Jæja, þá settur 53. fundur íbúarráðs miðborgar og Hlíða. Þetta aukafundur hjá okkur. Við erum nú með þó nokkur mál á dagskrá, flest þeirra sem hafa þurft að bíða dálítið betri tíma. Sá tími núna. Þannig að fyrsta mál á dagskrá, það umsagnarbeiðni tillögu bann við lagningu ökutækja í Norðurmýri. Við ræddum þetta á síðasta fundi og mér var þar falið að drafta umsögn fyrir þennan fund. Geturðu varpað henni á skjá? Yes. Þetta sérst drög að umsögn frá sem ég fann að skrifa og þetta er svona takti vona ég við það sem við ræddum á síðasta fundi. Sjáu ekki örugglega, ekki umsögnin upp á skjá hér örugglega? Ég kannski bara lesi þetta. Umsagnarbeiðni til íbúarráðsins snýr að tillögu að óheimilt verði að leggja vinstranmegin við akstursstefnu í nánar tilteknum götum í Norðurmýri. Samkvæmt 1. málsgrein 28. grein umferðarlaga má einungis stöðva ökutæki eða leggja því hægra megin. Þar sem einstaklega akstur má þó setja aðrar reglur. Íbúarráðinu þykir nokkuð sérkennilegt að óska eftir umsögn hvort fara beri að lögum. Íbúarráðið bendir þó á að komi til breyttrar stjórnsýsluframkvæmdar sektir vegna ólöglega lagðra bifreiða væri nauðsynlegt að kynna þá framkvæmd vel bæði opinberlega, til dæmis á vef Reykjavíkurborgar og fyrir íbúum á svæðinu. Þá væri æskilegt að meta áhrif breytinganna á hraða umferðar viðkomandi götur og grípa til mótvægisaðgerða sé þeirra þörf. Hvað segir þetta? Ég bara að Sigfús. Já, ef ég má, herra formaður. Hún svona tekur á þessum þáttum bæði sem ég benti á sem sjálfur íbúi og vissulega sem Sandra og aðrir bentu á að það væri raun og veru að fara í framkvæmd sem lög bentu á að væri ekki leyfilegt til staðar. Í fagnar því að það er varðandi orðið mótvægisaðgerðir sem mér finnst mjög mikilvægt. En ég geri eins og verulega athugasemd við það að eins og til kannski ekki nægilega vel að mér að það sé búið að samþykkja tillöguna eða hvort hún sé ósamþykkt áður en okkar umsögn komið til. Það er ekki búið að samþykkja. Nei. En aftur ger ég bara verulega athugasemd við framlagning tíman sem er lok 28. júní sem að þá verður að fylgjast með. Ég hefði viljað sjá betri kynningu, hvort við getum eitthvað hnykkt á það. Vissulega gengur það framar væntanlega óskum íbúum að þessu verið haldið að þarna eru lög í gildi sem að eru bara ekki verið að sinna, þannig að það kannski framar, þannig að hvort það er eitthvað hægt að segja ítreka að þarna sé kannski fara að stað með mála á þess að búið að kanna forsendur, athugasemdir, en kannski er þetta farvegur, en svona ég get svona stutt þetta eins og það stendur. Takk. Flott. Fleiri sem að vilja tjá sig þetta? Ég er bara sáttur með þetta, Já, ég er bara sammála. Já, ég er sammála, ég er bara mjög fínt. Ég er sammála, en ég ætla að taka undir með Sigfúsi þetta, að hvernig þetta er kynnt og þetta íbúa lýðræði. Eins og það komið fram áður. Ok. Heyrðu, þá legg ég þetta undir atkvæði. Þau sem eru samþykk gefa merki. Flott. Heyrðu, þá er það frá liður númer 2. Það er afgreiðslubréf umhverfis- og skipulagssviðs sem tillögu að hverfisskipulagi vegna Hlíða. Sem sagt Hlíðar 3.2 Hlíðahverfi. Þetta er nú bara afgreiðslubréf. Eitthvað það að segja? Nei. Þá værum okkur í
lið númer 3 sem sömuleiðis afgreiðslubréf innan hverfisskipulags og það þá Hlíðar Háteigshverfið. Eitthvað það að segja? Nei. Flott. Þá það liður 4. Það umsagnarbeiðni tillögu á breytingu á deiliskipulagi Borgartún Vestur, Borgartún 1 og 3 og Guðrungutún 4. Sko ég ætla nú að leggja til að við myndum fresta þessu máli þannig að við erum með nóg á dagskrá núna og kynningatíminn til 17. október. Næsti fundur okkar 27. september, sem þetta 10 daga. Þannig að ég legg til að við frestum þessu fram á þann fund. Sandra? Já, ég bara snýr þetta bara að sem sagt að ég náttúrulega persónulega orðin dálítið þreytt á þessum óbúslega magni af hótelum hérna sko. Því ég sé að það að vera í raun og vera heimila að reisa hótelbyggingu. Já, ég verð að viðurkenna að ég ekkert búinn að skoða þetta nú vel sko. Sjá. Nei, ekki þegar ég samt ekki alveg að fresta þessu sko. Ok, takk. Eitthvað sem mótfallin því að fresta þessu? Nei. Gott, þá það samþykkt og við ræðum hótelin á næsta fundi. Já, ég var mjög til að það þetta dagskrá. Já, þess að við erum frestað þessu fram á. Já, líka bara fjölda hótela. Ok. Alright. Þá það liður 5. Það til að nýju deiliskipulagi fyrir Veðurstofurit. Ég vissi endur ekki fyrir en áðan að það búið að framlengja frestinn til að gera athugasemdir við skipulagið til 25. september. Ég hélt einhvern veginn að þetta hefði verið gert meðan við vorum í sumarleyfi sko. En fresturinn það ennþá frestur til að gera athugasemdir. Þetta sem sagt skipulagið sem var kynningafundur daginn í Borgartúninu og mér langaði kannski bara að opna umræður þetta, hvort okkur langaði að gera einhverjar athugasemdir og hvers efnis það ætti að vera. Já, af því að nú allir fulltrúið foreldrar og Hlíðarskóla ekki hérna, en ég svo sem viðræðans að ágiminu áður og ég fekk einhverju upplýsingar auðvitað tafðist okkar fundur þannig að við náðum ekki alveg upp að kynningarnu sem maður hefði viljað spyrja á sem var á síðasta fundi varðandi sko annars vegar umferðina inn í Hlíðarhverfi, þetta eldri hluta Hlíðarhverfisins. Mér skilst að það verði ekki, þetta verði þá verður við gegnum þá þannig þessa leið sem var að keyra inn á Veðurstofuna í dag. En mann hefur bara áhyggjur af skólamálunum og leikskólamálunum. Það sé þá unnið samfara því að stækka því að við erum búin að setja marga fundi það að Hlíðarskóli sé algjörlega sprunginn. Þar vanti pláss, þar vanti líka aðstöðu fyrir nemendur og að bæta svona nýju hverfi sem kannski ekki stórt í eðli sínu en enga síður viðbót og með auknu líka umferðarhraða en auðvitað komin undirgöng hérna fyrir litlu hríð þannig að það verður svona kannski á ekki falla á gangandi vegfarendur en það svona skólamála þegar ég fagnaði við aukinn frest til þess að fá mögulega frekari kynningu eitthvað sem getur svarað því að ég veist ekki að þetta hafa ekki alveg farið með í umræðinni stækkun skóla samfara stækkun hverfisins. Takk. Það kannski aðeins grípa þetta sko þá þegar að það var lýsing fyrir þetta deiliskipulag sem algjörlega fyrsta í deiliskipulagsferlinu veit ég hvort muni eftir þegar það bara svona verið að setja orð á blað sko hugmyndina þá sendum við athugasemd þess efnis að það fyrst að huga að það væri sko pláss í skólum í hverfinu sko
við getum vel ítrekað það núna, sko. Ef viljið fyrir. Það var bara aftur, svo það ekki orðið, ég meina, ef við þá kannski frekka á upplýsingur skóla og menntasviði eða hvað gengur eða hvað staðan að stækka skóli því það þarf kannski að vera undan að tenni. Þannig svona velti því fyrir mér að því að bara þess að svara því fyrir aðra íbúa Hlíðarhverfisins. En eitthvað talað í hvað skóla eiga krakkar að fara sem flytja hérna? Er það bara Hlíðarskóli? Það bara Hlíðarskóli. Hlíðarskóli og Háttaskóli eiga vist báðir verið sprungnir. Það bara svona. Var ekki komið inn á þetta á fundinum? Við bara mistum örugglega. Við mistum af fundinu gott sem er ekki aðgengilegur. Það er upptaka á netinu. Ég ekki með hana. Ég ekki heldur. Hvað finnum maður? Það var ekki til hugurinn. Ég var á Máritíska bíómynd, skal ég segja það. Já, sko, það sem við getum gert, ég get svo sem bara spurst fyrir þetta, sko, hvort að ég meina hvort að sé. Nei, ég meina það, við vitum alveg að það er ekki pláss í skólanum. Nei, ég meina, síðustu tölur sem vissum var að Hlíðarskóli var liðsprunginn og bæði bara aðstæða og skólinn sjálfur í ekki góðu ástandi, bara svona félagsafstöðu. Nú er þetta klárlega viðbót, þannig að hvort skrefið er tekið undan. En svo er líka náttúrulega Hlíðarskóli búin að taka við Hlíðarendahverfinu. Þannig að erum við ákomaskóli þar eða ákomaskóli hinum einn eða... Er þetta ekki bara efni í athugasemd við skipulagið að Ég myndi þykja það. Já, það sé líka að velta hvað verður vörðuskóla? Við fórum upplýsingar í vor það. Það er seinna dagskrá í dag. Já, en það svarar líka spurningunni með Hlíðarskóla og Háttaskóla, sko. En sko, mér minnir að samkvæmt deiliskipulagi þá er gert ráð fyrir byggingu nýs grunnskóla hérna í Hlíðarhverfinu þar sem að flugvöllurinn stendur núna, sem ég persónulega held að sé alveg mjög fín staðsetning, en þar sem flugvöllurinn eru örugglega ekki að fara neitt á næstunni, þá er það eitthvað sem mun óhjákvæmilega skapa, held ég, mikið vesen. Já, það er fyrir Hlíðarenda þá. Já, hluta fyrir. Ég er alltaf alveg við hliðina á Hlíðarendanum, sko, bara er þá bara partur af því hverfið, sko. Það er alltaf í deiliskipulagi gert ráð fyrir grunnskóla þar, sko. Alltaf síðastýring á því, já, kannski. Þetta er rétt hjá Geir. Það er í einhverjum frumdrögum af því að þarna eigi að koma skóli, en hvað hann er í röðinni er svo aftur að ná, sko. En það verður þá vantarlega, myndum að ráta svo við notum þá að þjappa vel inn í Hlíðarskóla, en hann er bara fyllilega sprunginn, sem er leitt að við höfum ekki fulltrú Hlíðarskóla en þannig ég myndi ekki að við myndum gera það er svona frumhluturinn, sko. Ég stið það. Flott. Mér heyrist vera svona samhljómur að senda athugasemd að einfaldlega það sé ekki pláss í skólum eins og staðan er núna. Eitthvað fleira sem að þið vilja koma fram í athugasemdum með þetta deiliskipulag? Ég er búinn að senda okkur upptök af fundinum. Já, takk fyrir. Ég á fundi og hlustum inn fundin. Heyrði, ok, þá legg ég til að formanni verði falið að skila inn athugasemd fyrir tilskilinn frest þar sem þetta kemur fram. En bara fyrir að spyrja aftur, sko, nú er ekki tegnum fram, en umferðarhlutin er ekki að fara í gegnum... Nei, hann tengist ekki að því. Nei, og engar svona tengilið, þannig að bara gangandi og hjólastígar. Já. Þetta er Ok. Flott. Eitthvað fleira til þessum lið? Nei, ger ég ráð fyrir. Flott. Þá loka ég honum. Næsta dagskrá, 7. liður. Kolbrún bað þetta yrði á dagskrá og hún bað að þessu yrði frestað fyrst að hún er ekki hér í dag, þannig ég legg til að við frestum þessu fram á næsta fund. Já, frábært. Ég er mjög forvitin. Já. Og hún sagði við mig að þetta væri mögulega að leysast. Ok, ég er bara mjög spennt. Ok. Er þið enginn móti því að fresta þessu? Nei. Þá förum við í 7. lið, við fljúgum áfram. En nú koma
liðinni þar sem að reynir kannski á ykkur að vera dálítið skorin orð. Já. Flott. Herðu, 7. liður fjölgun innbrota í miðborg. Sigrún, ég gef þig kannski orðið. Já, þetta kemur í sumar og það er eins og ekki orðið verfið, það er heilmikið af innbrotum og það er verið að fara inn í bíla og það er verið að labba á hús og taka í hurð á húnna og það er verið að brjóta inn í húsin og eigna spjöll og svona alltaf þessi hjólastundur. Þannig að ég vildi endilega ræða þetta og þetta er náttúrulega veldur íbúum óöryggi og náttúrulega til ama og það fjárhagstjón og þannig ég sendi bókun Pétur. Já, Já, það er getur kannski varpa henni við það. Ég ætla bara að hugsa það að íbúinu líði vel hérna og við fjöllum það sem í. Ég held að ef ég væri glæpamaður, þá myndi ég fara í hjólaþjófnað. Það er gott sem má stela hjólum á Íslandi. Það er ekkert gert. Já, nei, nákvæmlega, þetta er ótrúlega ástand. En græðir hann mikið öll? Já. Hann sagt að glæpamaður. Það er að flytja út. Og flytja á bærum. Hjólabíslarinn hefur hjálpað mér að finna hjól. Já, hann skammaði mig þegar maður fyrir að vera með lélegan lás. Já. Ég er búin að kaupa einhverju losa hlekki á hjólinn. Drög að bókun sem ég hafði mögulega bara hugsað mér að senda á lögregluna síðan. Já, mér finnst það mjög flott. Sigrún skrifaði þetta nú, þú lesið upp það eitthvað? Já, ég lifið formann, já. Vakta sem þið formann. Íbúar á miðborgar síða hefur áhyggjur af því sem virðist vera aukning á innbrotum og eignarspjöllum í miðborg. Ítrekað hafa bifreiðar verið skemmdar, reiðhjólum stolið og brotist inn í húsnæði. Auk fjárhagstjóns veldur þetta íbúum óöryggi og vanlíðan. Íbúar óska eftir því að lögreglan verði sýnilegri í miðborginni. Já, ég var að hugsa, hvað erum við að biðja með þessu? Að lögreglan verði sýnilegri. Já, einmitt. En það er einu sem að mér dettur í huga allavega, án þess að ætla einhvern veginn að... Mér finnst þetta að ég bara labba mikið úti og svona og þetta er óþolandi. Það er verið að fara inn í bakgarða og að vera að stela verkfærum og ég sá bara helgina núna að það er verið að taka einhverja töskur, ég veit ekki, frá ferðamenni úr bílum og dreifa, bara peysur og föt og svo sá ég lyfjaumbúðir, bara liggur út allt í Einarsgarði og Hljómskálagarðinum og ég segi það er bara... Ég og nágranni minn stoppaði með daginn sem var að stela verkfærum, Já, ég segi, ég hef hringt í og það var að vera að fara í bakgarðana eða bakdyra megin í húsi, tók eftir því og ég segi bara hvet íbúð til að vera með augun opin eins og lögreglan hefur beðið mista hræðilegt. Er einhver sem að hefur eitthvað þessa tillögu að bókun að segja eða viðbót eða styttingu þá sjaldan? Nei, ég held það. Ég held að bara stiðja allt sem snýr að öryggi íbúanna. Þetta er bara fyrst og síðast staðan. Ekki að öryggi. Er ekki rétt hjá mig að skilja þess að þetta fari bara við, þetta er bara bókun sem við vísum þá til lögreglunnar einmitt og ég fór að hugsa þess að það er svo sem ekkert annað sem við getum faktisk gert annað en að bara vekja á þessu athygli og reynda að á einhver svör. Borgaralegar handtökur eru heimilaðar eftir nokkur ströngum skilyrðum. Við skulum kannski ekki ráðast í þær. Nei, ég held að það sem við getum gert er að senda þetta á lögregluna. Ég myndi bara gera það með tölvupósti. Já, frábært. Herri, ef að kjósa þessa bókun, gera þetta bókun ráðsins. Geir og Sandra, er þetta að setja hjá eða gott? Eða ég kannski ber upp þeir sem er á móti, ef einhver vill. Nei. Sandra sem setur hjá. Nei, hún gerði hjá. Nei, Sandra. Nei, ég gerði já. Já, ok, fyrir ekki. Ég held að vera að segja já við því að það setja hjá. Ok. Bara klappa hundinum alls sömu leið, þetta fór í sama handaöfningu og klappa hundinum. Ok, flott mál. Við færum okkur
þá í lið 8 skortur á almenningsklósettum í miðborg. Sigrún, það er þú líka? Já, mér hefur bara ofboðið í sumar. Maður að sjá fólk fara inn í garðana og svo jafnvel bara hábjartan dag og það kannski einhverjir sem standa fyrir og það bara verið að gera nummer 1 og 2 bara í görðum hérna í kring. Og svo heyri ég líka fólk að vera að fara inn í prívatgarða. Mér bara algjörlega misboðið. Og síðan er ég líka búin að sjá, og ég heyrði líka frá fólki með Eiríksgötuna, að það er náttúrulega svo mikið húsbílum í kringum Hallgrímskirkju og þeir eru að fara með tunnuna með súkkulaðin í og hellinni í beðin frá Hallgrímskirkju sem liggur að Barástíg. Það er trjágöng og það eru Maríustakkur og þið skulle bara passa ykkur. Þar hef ég bara orðið vitni af og þarna er verið að reisa leikskóla og þarna er Austurbæjarskóli við hliðina. Þarna er göngudeild Landspítalans. Þetta er bara ekki hægt. Ég ætla bara að segja eins og þér. Sandra? Já, ég bara tek undir að ég er hérna með bílastæði inn á minni lóð. Áreindur ekki bíl þannig að það stendur nú yfirleitt autt. En það er rosalega mikið verið að fara hérna inn og pissa. Og það er bara túristar. Já, en mér finnst þetta að vera í raun og veru bara vísað til umhverfis- og skipulagssvið að vera bara að setja upp af því að núna er bara verið líka að setja upp í mjög mörgum borgum sem eru þetta mjög sniðugt sem eru sjálfhreinsandi almenningsklósett sem er bara greitt fyrir eða þess að svo bara borgar fólk fyrir að þú veist það er bara fæn en ekki það mér finnst þetta líka bara tengir svo sem bara umgengni og hérna niður í miðbæ hreins og gatna og allt þetta sama. Svo veist mér líka að ég kom að það með inn í bílastæðahús, farin í bílastæðahúsinu hérna í Grjótaþorpinu og hérna inn í Ráðhúsinu, það er ákveðin hótt, það er þvílíkur flýgur. Þetta er bara viðbjörn lappveinnanur stig, ég vil bara segja, mér finnst það bara hræðið. Já, þessar lýsingar þín að snerta við mér á mjög óþægilegan hátt. Já, ég finnst það. Ég var alltaf í hjúkrunarfræði bara og veit hvernig við. En eitt annað, er ekki bannað að leggja húsbílum? Jú, yfir nótt. Það ekki. Þú er að tiltaka það sérstaklega. Þetta er, í lok dagsins er bara bíl á 4 dekkjum og hann má bara leggja, en þú getur, því ég sé þetta bara ferminni út á land sem leiðsögumaður, þá sérðu bara það sem er ekki alltaf þess að leggir húsbílum, En á meðan það ekki tiltekið þá er þetta bara bíl með stýri og 4 dekkjum og hann má bara leggja. Já, þetta sé til dæmis merki við Austurbæjarskóla og setja minnir upp inn í kvæs. Það þarf svo að byrja það sé bara við Hallgrímskirkju. Það er oft líka á Eiríksgötunni þar sem Landspítalinn er. Komin aðeins út fyrir Ég væri til að taka húsbílana sér umræðu, ég hef gert það áður. Já, við getum gert það en ég Þarna er alltaf að tala klósettmál og þarna er maður algjörlega misboðið. Það er við miðborg Reykjavíkur. Já, það er bara östuð. Ég held að þetta er hluti af stærri vanda sem að þá vantar einfaldlega orðið miklu bættari aðstöðu fyrir almenningssalerni fyrir allan það gríðarlega fjölda ferðamenn sem kemur hérna. Hugsaði bara öll skemmtiferðaskipin, allt þetta fólk sem kemur inn í stuttan tíma 4, 5, 6 klukkutíma yfir daginn. Þetta fólk er ekki að labba hingað Ráðhúsið til þess að fara kúk og pissa. Ef það fyrir ekki á veitingastæði, þá hefur það einhver aðstöð, af því það vantar. Jú, höfðum 0 hérna í gamla daga, að það er hvergi auðvitað merkt hvorki þú, ég hef ekki prófað að leikja, fara inn á Google og leitar að laboratorís í Reykjavík. Ég held að kom bara ekki neitt upp. Jú, það er í Maðuragarðinum og er í Hljómskálagarðinum, að það greinilega þarf bara að auka það, en ég hef líka séð þetta, það er garður þarna fyrir ofan BSI og það sé ég bara ítrekka fólk fara inn og ég meina BSI er 5 mínútur frá. Það kostar. Ég helst að það kostar ekki BSI en það er bara Jú, það kostar. Það voru svona þetta business. En ég finnst bara að maður sem að hugsa myndi ég gera þetta, ég væri útlutur. Ég er bara handtekinn. En meina er ekki að sem ég er nefnilega algjörlega sammála. Mér finnst þá einhvern Pétur og Heimir þið kannski veitir með málsmeðferðina á því að mér finnst ekki alveg nóg við stundum eitthvað
og við höfum ágjör af þessu, þú Alls veist, ég ekki. myndi bara vilja að umhverfis- og skipulagssvið taki bara tillögu það að setja upp almenningssalerni bara í samræmi við aukningu ferðamanna hérna miðsvæðis. Bókun náttúrulega bara ykkar afstaða sko, til málsins. Já, en við eigum náttúrulega ekki bara að hafa afstöðu, við eigum að hafa tillögurétt. Svo hafið tillögurétt eins og við þekki, þá getið þið bara lagt þetta til og ef að svo tillaga er samþykkt þá leggið þið það til við umhverfis- og skipulagssvið. Mér finnst bara að það er mikill þungi í þessu máli að þetta er ekki fyrst skipti sem þetta er rætt og það eru nokkrir angar af þessu máli. Það er annars vegar húsbílar sem við benda. Mér finnst ekki eitthvað óeðlilegt að þetta varðar okkur. Þetta málefni sem þetta ekki varðar Grafarvog eða Breiðholt að við fáum viðhlítandi aðila hérna til þess að hitta okkur þannig við getum spurt að við erum hér fulltrúar fólksins og við vitum ekki svörin. Mér finnst þetta bara ekki óeðlilegt að einhver kemur til þess að við getum spurt hvernig er þetta, hvernig sjá þetta fyrir okkur. Þetta er klárlega vönduna, því þetta er bara stórt mál sem varðar nokkra þætti, ekki bara klósett og ekki bara, þetta er bara umgengni. Þannig ég myndi vilja að ég stið alltaf að fá samtalið. Þetta er bara viðbjóð því að svo eru börnin að stíða þetta og þið veit alveg hvernig þetta er. Ég lendi í svona krakkar mína. Ég myndi bara það er Sko, þegar ég vilji vera leiðinleg, en sko, með við hvað var erfitt að fá samtal hérna rútubílastæðin, veist, þá erum við að fá samtal um almenningsklósett bara eftir 2 ár. En og þetta er pottet ekki fyrsta skipti og minna það er bara þetta að fletta þið upp. Þú veist, hvað eru mörg salerni? Ég er búin að... Hvað eru mörg? Sko, allavega samkvæmt Google Maps, þá er salerni hérna á horni Bryggjuvegs og Vonarstrætis, svona nánast, í Garðinum mann þar. Svo er salerni, þau eru 4. Svo er í Hljómskálagarðinum. Mæðragarðinum. Svo er við Hallgrímskirkju. Svo er við Hlemm. Punktur. Það er ekkert hérna líka, ég horf bara á það. En ég fann hérna almenningssalerni Reykjavík stefna og tillögur í júlí 2016. Og ef það er ekki til neitt nýrra. Það er pottet ekki búið að vinna eftir þeim tillögum, ég fann það líka. En ég held að sé sko fínt að við sendum tillögu til umhverfis- og skipulagssviðs, ráðsegir, og Sigrún var búin að skrifa þannig einhverja bókun, en ég ætla að leggja til sko, þannig að nú erum við fundið eftir 10 daga, að ég seti kannski einhvern aðeins formlegri búning, skoða þessa stefnu og eitthvað svona, og leggi þá fyrir bara tillögu á þeim fundi. Viltu ég senda hana því ég er með dópið það? Já. Þið getur þá þess vegna lagt sko, ef það er hugur ykkur að leggja til sérstaklega staðsetningar, sem sérfærangur í hverfinu, láta það fylgja með. Eða aðbúnað, sjálfsreisandi reyð. Ég er alltaf til að við fannum að koma málum. Já. En alltaf þar til auðvitað ef það er ekki til nýri stefna síðan 2016. Það er það ansi gamalt. Já, og þá, mér finnst samt líka mjög mikilvægt að það sé þá litið til þess að notast við sjálfhreinsandi klósett. Ég veit þau eru farin að gera þetta í Frakklandi, þú veist, af því að mig langar heldur ekki að fá fullt af almenningssalernum sem er svo ógeðsleg. Ég stuð það. Mig langar í ógeðsleg almenningstjók. Hvað var í vatninu þegar þú þig? Býta þetta alltaf með vatnið þetta. Menn sjá. Ég man eftir því. Þetta er þess að draugin af bókunni sem Sigrún var með. Já. En þurfum við eitthvað að bóka það eða við ætlum að gera það til? Nei, ef við ekki bara gera tillögu. Ef við ekki bara fela formanni að undirbúa tillögu fyrir næsta fund. Byggt á bókunni. Eru þið fólk sáttur það? Flott. Þá er það samþykkt. Ok. Bara gengur í okkur.
Sigrún, þá ert þú búin með því mál. Já, en ég býð spennt dreinum. Herðu, þá færum okkur yfir í 9. mál, framkvæmdir á horni Nóatúns og Laugavegar. Sigfús, ég geti orðið. Já. Og ég ætla kannski að ítreka að við erum mörg mál og verða stuðþorður. Já, það er spurning, viltu setja þetta upp sem ég sendi þér, skjalið? Getur ekki senda á Heimi, ég sendi það ekki á hana. Já, ok, hefur það. Það er bara spurning, ég lesi þetta og ég sendi hana svo, eða... Já. Hérna, sem fulltrúi íbúðarsamtaka Þriðakarfis, norðið mér Hlíðar og Holta, íbúðarið miðborgar og Hlíða, óskjöldin neðingjaldbókum lögð fram vegna þess mál sem efni segir til sem er sem sagt varðandi framkvæmdir á horni Nóatúns og Laugavegar. Síðastliðin ár hafa staðið framkvæmdir á svokölluðum Hekluritt. Samhliða sömu framkvæmdum hafa verið gerðar ítrekkaðar breytingar á umferð og umferð gangandi vegna téðra framkvæmda. Og þegar þessi fundur fer fram má sjá heila akreinar og Laugavegi frá horni Nóatúns til austurs verið lokuð í nokkra mánuði. Eins Nóatún frá Brautarholti til lokað til norðurs. Sama akstursleið hefur sem verið þrengt frá upphafi framkvæmda og þá leið gangandi vegfarenda. Óháð framkvæmdir téða Hekluritt hafa svo aðrar umferðar framkvæmdir verið í grendi téðaritt. Ljóst má vera aukin umferð því farið í gegnum minni götur með tilheyrandi ónæði fyrir íbúa og rekstraraðila í nágrenni framkvæmda. Farið því fram á það að það verið að leita allra ráð til að draga úr þessum umferðarlokunum, fá skýr svör hvenær þeim lýkur til þess að umferð komið sér spyrra far, þannig að ónæði og mögulegt umferðar og öryggi íbúa og rekstraraðila verði bætt. Segir sig kannski svolítið sjálf, ég veit ekki hvað þið þekkir þetta horn. Þetta er búið að vera miklar þrengingar og það er búið að vera núna framkvæmdir á Skipholti. Þannig að umferðin fann að flæða þessi mikla umferð sem er víða á hverfið. Og það virðist vera, nú er ég ekki úttektaraðili, verklegur úttektaraðili af þessum framkvæmdum, en þetta er búið að taka ansi langan tíma þess að taka núna heila akrein fyrir framhúsið og heila sem var búið að minnka aðeins og núna í marga mánuði. Þetta er alveg hálft ár. Já, þetta meina það, sko. Það eru 2 ár síðan við tóku hluta af Nóatúnum niður á Laugaveg og gangandi hentu því í burtu. En nú er þetta bara að verða gott. Og það er að koma vetur og ég veit að við vorum að skoða, við vorum varðandi leyfið þeirra, þá höfum við rétt sloppið inn, það við byrjun árs. En ég hef ekkert séð og kannski ekki skoða eftir sérstaklega þegar við fengið leyfi til þess að taka Laugaveg sambandi. En það virðist nú ekki að mikill atgangur þegar ég keyri frá það, þetta keyri ég ekkert reglulega framhjá, þannig að ég langar bara að íbúar á því, annarkvæmt veit þessu byrta áfram eða við aðlögum á texta, þannig að ég fór mig fyrirspurningar til auðvitað. Er þetta Hekluriturinn? Já. Það fengur leyfi held ég bara í 2 vikur sko til að vera með þetta lokað. 2 vikur? Það er nú leina. Löngu leina. Já. Við flettum þessu upp og vorum dagsinni. Það var lokunin... Já, niður Nóatúni. Niður Nóatúni, já. Og svo Laugavegum bætt. Við komum með þetta ánæglega. Er þetta ekki örugglega rétt? Þetta er rétt stærðinni. Já, akkurat. Okkar byrjum í Nóatún. Það er nýjasta til 29. júlí. Þetta er ennþá, þannig að því kerið henni fyrir hvað? Til 15.11. Já, ok. 15.11. Það er 15. nóvember. Já. Svara það spurningunni eða? Þetta svara það spurningunni, en ég velti fyrir mér, þarf að vera svona langt? Hvaða tillit er verið að taka til af hálfu leyfisgjafa við þessa, máttu það mögulega vera styttra af því að það er búið að vera að taka talsverða umferðina af niður Nóatúni, bæta þessu við, af því nú búið að loka Nóatúninu öllu, til norðurs. Það var til háls, og nú er þetta eina akrein, þannig að allt flæðið sem kemur niður Laugaveg í Nóatún, þarf það að fara annað til hægri inn á Brautarholti, þar niður, þar er náttúrulega hlemmurlokaður, þannig að þetta fyrir að flæða út allt. Þannig að
Nú veit ég ekki hvernig stjórnstöðar virka, hvort það sé hægt aftur kalla svona leyfi eða gera svona breytingar. Það virðist ekki að vera tekið til allavega rekstraraðila og íbúa. Samfélag með þetta ofti nýja. Nei, þetta gamalt, sorry. Sko, ég meina það sem gæti náttúrulega gert að, þú veist, bóka að í framtíðinu verði tekið tillit til rekstraraðila, sko. Ég held að sé hæpið af stytta, sko, afnotaleyfið frá því sem nú þegar sko. En sko, kemur aldrei til þess að afnotaleyfi sé, ef það eru x langt í tímabíla, það fyrir að fara í gegnum eitthvað umsagnarferli. Getur þennan bara sótt afnotaferli þess að loka götu frá A til B, að þið út að byggja húslagnir, og getur þið loka því bara í 2 ár. Þetta hentar þinni framkvæmd óháð því að umsögn þurfi að hafa kannski verið leitað eftir þegar það farið að áhrif á svo marga. Ég bara þekki það ekki, sko. En það ekki bara ef það fara fram yfir þessa dagsninga? Af því að nú alveg líklegt að þetta fara fram yfir þessa dagsninga. Mér finnst það bara mjög góð spurning hjá Sigfús vegna þess að manni virðist að þetta sé bara endalaust úthlutað og það engin stjórn á þessu. Að ég sé fyrir mig, nú sækja það aftur og það bara verið 1 ári viðbútt. Og það sáum við eins og í Lækjargötunni og fleiri Snorrabrautinni, það alltaf allt teft. Því ég segi það ekki að veita lyf, en þegar það komið yfir x langan tíma eftir hafi verið svo lengi að þá fyrir kannski að veita umsögn hvaða áhrif það hefur fyrir rekstraraðilinn þarna og við skulum ekki, það kom fullt af nýjum íbúðum á horni Brautarholts og Nóatún, það gamla Fosskafér, þetta eru íbúðahverfi, þannig að öll umfyrir í gegnum það. Þetta bara stórhættulegt við íbúðunum. Ég held sko að við þurfum að horfa sko fram á við, ég held að við getum ekki einhvern veginn breytt þessu leyfi. Nei, ég skil það. Þannig að ef við viljum, þú veist, hjá okkur hugmyndir, þá held ég að þurfa að vera á þeim nótum að ef það komi til framlengingar leyfisins að það verður þá leitað eftir sko, þú veist, umsóknum eða eitthvað slíkt sko. Já, ég stið það, því aftamalinn á stjórnstöðan virkan þá þannig, en hvort við getum þá fengist því svara, hversu langt þarf leyfið að vera til þess að það verði umsagnarskilt. Ég held að sé ekkert í reglum það. Nei, það alveg gali, sko. Eftir sem best veit það að segja. En alltaf, ég stið á þetta, en þetta allavega, þetta sjónarmið þarf að koma fram, því að þetta búið að vera hansi íbúum þarna og umferð farendum til íþinginga, það ljóst. Það sko... Núna Sandra með. Sandra? Sko það reynda stendur hérna, ef að þetta aukin inngrip, að þá í mörgum tilfellum þarf að leita umsagna, annarra aðila, lögreglu, íbúa, þannig að ef þetta svona langur tími, þá á að vera, hægt að fara í samráð. Í hvaða text þetta? Þetta bara inn á upplýsingar afnotaleyfi inn á reykjavík.is. Já, ok. Já, mér finnst það mjög góð punktur. Ég stið Sigfús, en þá væri fínt að fá kynningu á þessu. Að við fengjum, en þá íbúa lýðræði, að við fengjum að sjá það áður að væri framlengt aftur. Mér finnst það kannski, ég held að það sé kannski óþarf að fá að vera með kynningu þetta sko. En ég held að við getum alveg komið okkar afstöðu á framfæri sko að þetta sé komið yfir þann tíma að þurfa að fara í, þú veist, ég held að svo afstöðu okkar mun ekki breytast með kynningu sko. Nei, ég kannski sagði þetta ekki rétt, en akkur að það sé bara ekki endalaust án þess að sé skoðað. Og þá væri við ekki upplæður punktur að íbúar á því. Það kannski sko... En sko þeir eru bara með leyfi til 29. júlí. Þetta bara framkvæmdin sjálf frá júní til nóvember. Það rýna í þetta. Viðbót 8. júlí. Já. Frá 15. júlí til 29. júlí. Já, ég skilur. Það líka hægt að senda post á sko afnotaleyfi eftir reykjavík.is og spurja bara. Það sko spurning hvort að við gerum þetta þannig að
Sko, við býðum aðeins með þetta. Þú kannski sendir post á afnotaleyfi og spyr hvort þetta sé afnotaleyfi fyrir 29. júlí. Þá vitum við það fyrir næsta fund og verðum kannski tilbúinir með sko, bókun þá þetta samráð vegna framkvæmdaleyfis ef það verður að, þú veist, endurnýja þetta meira. Skal gera það. Erum við sátt með þetta? Ég myndi þetta bara, ég taka þennan punkt upp af því að þú ert búin ítrekað og þetta hluti af þéttingu, þannig að þetta verður, þetta ekki eitt skiptið og þá þurfum við að fara fram á það að þegar komið ekki langan tíma frá upphafi til alveg svona hvernig búta framkvæmdina niður, það kemur að því að þetta orðið umsagnarhæft eða þessi umsagnarskil. Bara mjög saman á sko. Ég ætla að leggja til að við frestum þessu fram á næsta fund núna. Þú tjekkar á þessu og við skrifum hérna einhverja bókum saman. Samþykkt að fresta þessu fram á næsta fund. Glæsilegt. Þá það næsta mál, Sigfús, það flugeldasýningar Vals. Já. Ég bara með texta sem ég ætla að lesa upp. Þetta málefni á fundi ráðsins 16. september var að ítreka flugeldasýningar og íþróttasvæði Vals. Til fulltrúi íþróttasamtaka friðarhverfis, norðan í Hlíða og Holta, íbúar miðborgar og Hlíða óskað eftir að bók verið lögð fram vegna þessu mál sem efni segir til Í Hlíðahverfi öflugt íþróttafélag sem stolt hverfisins og þó víða væri leitað. Téð íþróttafélag hefur lagt mikla rækt við íþróttastarf byrjanda og einstök veglega við íþróttastarf þeirra sem komnir eru á efri ár. Eins hefur íþróttafélag sýnt mikinn áhuga á samstarfi bæði íbúasamtaka og jafnt sem við íbúar á miðborg og Hlíða. Það kemur því alltaf jafn mikið óvart við íþróttafélagið sem hefur undir marga titla síðustu ár fagnar sínum árangri með flugvöldum í hvert skipti sem bikar í húsi. Meðferð skotelda og gilda einfaldlega lög og reglur. Þar fyrir utan fylgir notkun skotelda talsvert ónægi þegar skotið upp á svefntíma hins vinnandi manns. Margar fjölskyldur í nágrenni hlíðarendasvæðisins eiga svo gæludýr en þeir sem það þekkja vita að notkun skotelda eitt af verstast fyrir gæludýr sé það gert í næsta nágrenninu sem gæludýr eins og mátti heyra og sjá þann 29. maí síðastliðinn. Því má lesa nokkuð tvískurningi því að vilja samstarfi íbúa á öðru formi en iðkun íþrótta en vekja svo íbúa upp nokkrum sinnum á ári við flugeldasýningar með engum fyrirvaraði kynningu íbúum, börnum og gæludýrum til amma. Farið því fram á að við íbúar á miðborgar Hlíðar gerð verið fyrirspurn til umhverfis- og skipulagsráðs hvernig hægt að koma í veg fyrir frekari notkun skotelda hjá íþróttafélaginu með ótímabærum truflunum íbúa og gæludýra. Takk fyrir. Opna bara fyrir umræður þetta. Anna? Já, ég hef aldrei vitað að það væri flugeldar. Ég hef aldrei heyrt þeim og ég bara vissi þetta ekki. En þetta sem sagt það sem er gert og þá hljóta að fá leyfi fyrir. Ertu viss? Ég er ekki viss, en þetta er búið að þegar félagið fóru að vinna titla þá hefur þetta verið gert því að þeir stunda flugeldasölu eins og mörg íþróttafélög og eiga sem lager í Hjallara. Það væri verið að stunda flugeldasölu? Já, bara eins og all íþróttafélög gera áramót selvist. Ég hef ekki tekið eftir því heldur. Jú, ég veit það. Ertu viss? Ég hef verið með börnum, það hef ég ekki tekið eftir, það er ekki auglýst þessi flugeldasölu. Jú, ég kaupi alltaf hérna á móti, en ég veit það. Og þeir eru ekki auglýst það? Jú, Facebook og svona skilur, bara flugeldasölu. Ég er ekki eftir. Nei. Þetta vissum við þetta að tala Val? Já, ég veit að til og með eitt einu fyrir fólki á kjörfundinum. Sandra? Sko, aftur samkvæmt reglugerðum leðilega, þá þarf að sækja leyfi, sko. Nema að sé með leyfi, það þarf að sækja leyfi bara til löggunnar, sko. Þannig að það er svo sem ekkit. Þú veist, þrátt fyrir að við séum eitthvað á móti sem löggan gefur þetta samt smör út. Ekki það ég er mjög mikil stuðningsmaður flugelda, þannig ég er kannski ekki rétt að gráta. Já, ég vil ekki segja, það var kannski hægt að spyrja hvort það sé ekki örugglega leyfi fyrir. Ég er líka persónulega, finnst bara flugeldaskallar. Já, ég er mjög mikil stuðningsmaður og kaupi mjög mikið af flugeldum, en þetta vekur þig á sunnudagskvöldi þegar bikarleikurinn vannst eða úrslitaleikurinn körfuboltinn vannst á mánudagskvöldinu, þriðjudagskvöldinu. 11:30, 12, 11:30 er sett upp sýningar, heldur fólk inn í vöku. Þá
og þetta búið að ítrekka. Þegar kvenna fyrir ári síðan kvennaflokk með þessi fleirtálkur kvenna var Íslandsmeistari í fótbolta. Gekkur vel. Já, það gott og vel. Ég veist þetta dálítið bara að vera leiðinlegur, sko. Sorry, ég bara, þú veist. Sko, þegar þú sagði Sandra á hann að þú værir leiðileg fyrir að vera vitni í reglugerð, sko, þá var ég að lesa reglugerð skotelda hérna fyrir fram á mig. Þannig ég tek þetta mikið inn á mig. Tjók. Nei, ég samt sammála, sko. Ég er sammála að fara eftir reglugerð. Já, það ég alveg. Og ég hafa leyfi fyrir því. Og sko, ég held að ef við ætlum eitthvað að tala við sko borgina þetta, þá munu þau segja nákvæmlega saman, sko, bara það í gildi reglugerð og lögreglustjórinn veitir leyfi til flugeldasýninga eða ekki, sko. Og það mér strangt. Já, þetta fengi aldrei leyfi, sko. Ekki aldrei leyfi. Þannig að það sem ég ætla að segja sko, ég held að ef við viljum, þú veist, fara með þessa umræðu einhver, þá það annarkvort, sko, samtal við Val eða þá, sko, að athuga hjá lögreglustjóranum hvort hann hafi veitt leyfi, sko, og ef ekki, af hverju það hafi verið látið viðgangast. Vorum við ekki líka eftir að tala að fá eitthvað frá Val á fund? Sko, ég að setja fundi með Sigrúnu og svo Herði og til Sigþrúður staðandur í Hörð, þar sem við verið í svona samstarfsvettvangi með og síðasti fundur var einmitt Niðri Val, já. Niðri Val. Það var bara fyrir þetta sjó, sko. Þannig að verði sá vettvangur aftur, þá mun ég klárlega taka þetta upp bara sem íbúð fyrst og fremst. En þannig að hafa að börnum því að Facebook síða Norðmýrar var því að var svolítið aktív fyrstu klukkutíma eftir. Þetta vakti fólk. Já, maður sá það. Íbúarinn hafi gjarnan farið á heimsótt í þetta félög. Og gerum það bakhópur. Já. Bakhópur. Og þú veist, þá verður það slík heimsókn og fá fræðslu eða kynningu á starfseminu og kannski leyshefnum svæðið. Þetta verður kannski kjörin vettvangur til að taka upp svona samtal millilega laust. Já. Og benda þeim á að það alltaf 6 ára fangelsi fyrir að brjóta reglugerð skotelda. En má ég skilja þetta sem bókun þá þeirra samtökin sem ég setja þetta yfir? Hvað var hann löng? Hún þessi texti sem ég var að lesa. Það var aftur orðafjöldi. Það má bara vera 200 orð. 200. Já. En þú getur náttúrulega bókað það vilt, sko, og sendur það heimi eða innan tilskilna marka. En já, ég verð til í heimsókn. Þú verð til í heimsókn? Ok. Ég ekki nóg mikið enn. Maður sjá, þú vilt fá prívat flugeldasýningu. Þú voru svo að byrja að kaupa þeim. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. Ekki bara. Nei, ekki heldur. Ég bara nefnst skapa. En Sandra, sagðist þú vera flugelda heita þér, eða? Nei, hún elskar það, það ekki. Nei, ég elska flugelda, sko. Er einu flugelda heita? Ég alveg bara, ég skil ekki fólk alltaf æst yfir sem svo fyrir áramáttina eitthvað gróðsett eitthvað eitt tré, ég er þar, sko. Ok. Ekki. En eru það að stefna á að reyna að kíkja heimsókn til Vals, við þurfum kannski að setja eitthvað fleira á þá dagskrá heldur en að Flugeldafélagið. Heldur að handtaka þau fyrir flugeldasýningar. En ok, ég er alltaf að koma með það blað. Við vorum með einhverja lista af ástæðum sem ég er búin að gleyma. Já, sko, síðast þegar við vorum þá vorum við þá var einhver skipulagsbreyting í gangi með að snúa knattspyrnuvellinum og þau voru með einhver skipulagsbreytingar, sko, sem við vorum að ræða meðal annars og það var einhver svona kynningu, sko. En það er kannski bara komið tíma það aftur. Og mögulega þá, þú veist, ráðist bara en ekki bakhópurinn aftur eða eitthvað slíkt, sko. Ertu komið með hann texta til? Ég er að slita. Ef að færa okkur áfram á meðan, þú veit þetta með næsta mál líka. Já, skal bara klára þetta, tökum bara næsta. Sko, frestum við þess aðeins þá þú klárar þetta og förum í mál 11 sem er þú líka Sigfús lýsing á Austurbæjarskóla. Já,
ég er svona aðeins að ræða þetta fyrir þennan fund í samræði þetta rætti þetta var hönnu við fulltrúum fóreldrasamtaka Austurbæjarskóla því það er komið nokkrir iðkendur íþrótta sem búa hinum yfir Snorrabrautina en er að nota sér að svæði Austurbæjarskóla það skorti á lýsingu á öðru svæði en fótboltavellinum, körfuboltavellinum og að bara óska hvað íbúðaráð getur gert til þess að verða við því að það verður bætt lýsing á öllu íþróttasvæði, ekki bara hluta. Ég veit að Hanna hefur verið að taka upp úr símtöl eða samtal hvað þetta sé start eða hvað sé raunþörf skólans, hvort skólinn sé að kalla eftir. En þetta kemur svona bara frá íbúum hinum megin sem, af því það eru nokkrir, talsvert það íbúar búi hinum megin Snorrabrautina í Norðurmýrinni en noti skólan Austurbæjarskóla. Þannig að þetta er svona þeirra bakendasvæði það kemur í út. Þannig að ég með texta, ég má lesa til fulltrúa íbúasamtaka Þrengris hafa borist nokkrar fyrirspurnir að verða lýsingu á íþróttasvæði Austurbæjarskóla. Þó svo að svæði tilheyrir í miðborginni, þá eru nokkuð íbúar sem mega börn sem sækja skóla Austurbæjarskóla en búi í Norðurmýri eða Holtahverfi. Er það körfuboltavöll Austurbæjarskóla en þar fyrir náttúrulega lýsingu eða skyggjatekur á kvöldin. Fyrir knattspyrnuvöllur sem uppvístar miklu leyti en samskonar lýsingu virðist vanta á körfuboltavöll. Óskar eftir samstöðu fulltrúa foreldrafélags Austurbæjarskóla málið og leið óskar að senda fyrirspurn verði senda hálf íbúar til umhverfis- og skipulagsbrota og eftir einfaldan hátt að verða við því að bæta lýsingu á svæðinu. Já, sko er þetta ekki bara hægt sem til að bókun? Já, ég talaði við spennustöðin í dag sem er þarna á kvöldin. Skólinn er náttúrulega ekki mikið á kvöldin en spennustöðin er þarna og starfsfólk þeirra og þau höfðu ekki hérna kvartanir á tísku. Það er alveg svona flóðlýstur hérna fótboltavöllurinn og körfuboltavöllurinn er þar við hliðina. Þannig að hann ætlaði reyndar að fara út í kvöld og skoða þetta betur en við höfum aldrei fengið þessa ábendingu. Sko síðan að lýsingin var löguð. Það er ekki svo langt síðan að löguð lýsing á allri lóðinni og það er búið að laga aftur lýsingu í kringum spennustöðina. En þú segir langt síðan, er það dagar, vikur, mánuðir? Nei, ég var allavega í íbúðaráðinu. Manstu Friðmey kom á fund, manstu þú þetta? Já, ég man eftir þessu. Þú manst eftir þessu, en það er 2 ára þetta. Já, þetta er bara síðan í vor. Já, en það er allavega fyrir 2, það var mikið tala um lýsinguna fyrir svo 2 árum og þá var hún löguð og það verður ekki heyrst kvartað eftir það. En ég veit alveg hvað svarið er líka. Það bæði var kosið nýjan körfuboltavöll í Betri Reykjavík síðast. Þannig að það á að koma nýr körfuboltavöllur. Plús það að lóðin á að vera alveg endurgerð 2025. Er það alveg komið á hreint? Já, það átti líka 2023, svo var ég frestað til 2025, þannig að... Svar bara í fyrra, þannig að þið voru að spyrja þessu, já. Blöðun. Hvað er svarið? Skipta 7 lampa göngusvið. En þú þá að spá í íþróttaaðstöðinni eða eitthvað? Nei, ég raun og veru Þetta er allt búið að gera. Já, ábendingar sem ég fengi er að En það verður farið í endurgerð skólalóður. Á þessu árið 23. Svo áætlun sem hefur tekið breytingum og verið farið til ársins 25 endurgerð grunnskóla. Við höfum verið frekar öflug í að senda stanslist á þau, þannig að ég held að kemur á óvart að það verið frestað aftur. Já, ég tek undir. En má þetta bara inn bara sem bókun í þetta skipti eða því að það ýtir á að tryggir framganginn? Já, bara til þá... Umhverfisskipulagsins. En bókun er náttúrulega bara í okkar fundargerð og ég get senda áfram Ég styð þetta. Takk fyrir þessu. Ég ætla bara að endurtaka sem ég sagði bókun er eitthvað til að tækja til að koma afstöðu á framfæri, svo legg ég fram fyrirspurn til að óska fyrir upplýsum. Já, þá myndi ég óska þessum fyrirspurn. Fyrirspurn þá... Já, hvort það var verið að bara gera eitthvað hérna bráðabæri. Já, ég get svo verið nokkuð verið vitt hvað svarið verður.
eins og ég upplýstur þá þetta alveg rétt. Það flóðlýsing yfir fótboltavöllinn, en þetta svona jaðar út yfir körfuboltann. Þetta svona, þannig að þeir sem vilja vera þar en ekki fótboltavöllin þá svona, þeir fá aðganginn. Þó ekki bara lýsingu sem þeir vilja. En ég líka, mér finnst ekki skipta máli sko hvar fólk býr og hvar nota völlin. Nei, ég myndi bara svona áreita af því að ég ekki... Já, þetta er ætlum að gera þetta sem ráðið, þá skipta ekki máli. Nei, ok. En sko, ef þú vilt hafa fyrirspurn, þá þarf að skrifa hann upp. Þannig að ef þú vilt hafa fyrirspurn, þá þá bara go nuts. En það þá bara þá er það bara mínu nafni? Já, þú getur ekki alveg gert það, annarkvæmt í þínu nafni. Nei, ég bara spyrja það formið á þessu. Já. Bara ef þú vilt, en annars getur þú að fá ráð með þér. Já, ég myndi vilja fá ráð með mér, það er það sem ég Kjóðsum ekki það fyrir að sjá fyrirspurnina. Skulum ekki gefa Sigfúsi auð ávísun. Ok, endilega skrifa hana þá upp og við höldum kannski áfram með það. Þannig að frestum þessu smá. Færum okkur áfram í lið 12. Hanna, það komið að þér núna nokkur í röð. Ef við má kannski aðeins, vorum við ekki að tala að taka 12 og 16 saman, eða vel? Sko, jú, ég sé þetta sem saman hlutin. Ég vissi ekki hvort einhver annar hefði líka verið með æfintisborgina. Nei. Var það bara ég? Já, ég treysti á þú sendið, við töluðum saman. Já, svolítið, ok. Þannig að ég ætla kannski að leggja til, sko, að við saminum liðið 12 og 16 og ræðum það bara núna. Skildi ekki rétt að það væri... Jú. Það var að því að ég vildi bara fá að vita með Njáls sem er sem 16 hver var staðan á Njálsgöturóló. Svo sá ég þá að koma inn á heimasíðuna að hann er á áætlun núna 2027. Já, ég svo sem ég stendur ekkert meira það. Svo kíktur þau. Já. Á endurnýjan 2027. Já. Á að vera tilbúin til notkun. Það stendur bara hönnun útbúið lokið og stefnt að nýr miðborgarleikskóli taki til starfa á árinu 2027. Ég skrifaði sko fyrirspurn upp úr þessu sem þú sendið mér og þetta þá í greinagerðinni skilur með og þá er spurningin og sem fólk er að velta fyrir sig líka í hverfinu þetta tímabundin ævintýraborgarvarðaskóla eða mun hún bara vera þarna að eilífu? Ég held sko fyrirspurninni annað í 12. Bara svo við sjáum þetta eins og ég klasti þessu saman einhvern veginn. Ég held að fólk hafa ekki alveg áttað sig á hvað þetta sé mikið og stórt þarna á horninu og þetta er eiginlega svona virki þetta er svona upp á. Sem sagt, ég skrifa þetta svona að reynda að hafa fyrirspurnina sem slíka sko bara stutta og skýra. Þetta er ævintýraborgarvarðaskóla markaður gildingi tími eða er varanlega ráðstöfun að ræða og síðan örstutt greinagerð sem heimasíðunni er fyrirhugaður leikskóli á Njálsgöturóló miðborgar leikskóli til starfa ára 2027. Fyrirspurnin lýtur á því hvort ævintýraborgarvarðaskóli sé tímabundið ráðstöfun fram að þeim tíma. Fangar ekki þessi tvo lið, 12 og 16. Þetta er það sem fólk er að velta fyrir sér. Ég tek undir þetta. Ætla að ráða samanst þessa fyrirspurn? Ekki. Hvað segir þau? Ætla að samanast annarkvæmt þetta tímfyrirspurn eða ráðsins í heild? Þið hafa stundum samanast? Ég myndi segja þetta verið ráðsins í heild. Erum við sátt við það að þetta sé fyrirspurn ráðsins? Já. Flott. Það er vantilega skóla og þarf að tiltaka hvert að vera. Raunin ekki sko. Þessi bara vísa til umsagnar Flott. Er þetta ekki afgreitt? Þessir sameinuðu liðir 12 og 16. Þá er það liður 13 sem er
safnskóli í hverfinu. Já. Einmitt. Það var bara, já, spurning hvort það væri komin eitthvað niðurstaða í þau komu á fund frá skólafrístundarsviði og skólafrístundaráði í vor, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær, varstu búin að fletta þau? Febrúar, já, í febrúar, og það var að tala um að það myndi vera að taka ákvörðun í vor. Já. Og nú komið haust og það var ekkert frest. Það spurning hvernig við viljum íta eftir þessu, hvort við viljum gera það með praktísku leiðinni sem þú veist að senda póst árlega og því sé bara eitthvað, eða formlegu svona aðeins háværri leiðinni og senda fyrirspurn, þú veist, formlega Það bara spurning hvað þú vilt gera Já, eitthvað verið að spyrja bara formlega, þá veit að við erum að fylgjast eftir. Ég segi fyrir mig, ég myndi vilja vita þetta. Já, það er líklegt að það ekki langri tíma. Já, ég meina. Við ekki, þá fáum við svar, þá er ekki tryggt að við fáum svar, ekki? Jú. Við verðum að svara fyrirspurn. Jú. Já, þannig ég myndi vilja það. Getum við haft hann í tömmu liðu, fyrirspurnin? Já. Það ég veit að þú ert talað með það safnskólanum í Verðarskólanum. Já. Það voru það skipta skoðanir foreldrafélaga þetta ekki. Það hafa minnstu kosti að færa nokkru pósta og erindi frá foreldrafélaga í Hátíðaskóla. Þar sem að þau eru beðin að verða upplýst. Sérstaklega ef það er tekið skref í þessa átt. Og það var aldrei komið neitt út tilbaka. Þannig ég vil gjarna verið að rauna að þeirri spurningu líka að fyrirspurn hvort að það hafi frekar samráð átt sér stað eftir í kjölfar kynninga og samskipta við foreldrafélög hverfisins. Það hverfanna sem að þessu skóli var. En til að svara því, þá hefur ekki samráð átt sér stað eftir að samráðinu lauk. Og samráðinu lauk þarna, þú veist... Það er langt síðan, 22. Það er mjög langt síðan. Mjög langt síðan. Við skiljum okkar göngu held ég svona lok árs 2022. Það hefur ekkert meiri samtal átt sér stað eftir það. Það átti sér stað samtal. Já. Þarna þessu fund, við vorum bæði á þeim fundi. Já, ég er að meina eftir að því öllu lauk. Og það var beðið að fá viðgerð með framöndu málsins. Já. Þegar það tekur ákvarðanir eða svona einhver skrefst í aðra baráttunni. Einmitt. Það var mér bara átt að minna á það vegna þess að það gleymist. Það máli taka það fram líka, en eitt af því, það var ástæðan fyrir við boðum þau á fund til okkar. Af því að það hafði ekkert frest meira á þessu máli. Og þau komu inn í í febrúar. Og lofaði þeir svar í vor. Og síðan hefur eftir í haust. Þannig það er raunin fyrirspurn. Eða þú veist, hvort það sé ekki fyrir á. Það eru allir að tala um þetta. Þannig að það verður við. Sem alltaf verður að koma eitthvað svar. Já. Eða þá upplýsingar hvenær megum þetta. Ég var ekki tilgjönd að við erum búin að tala um þessu oft á þessum fundum. Í, þú veist, alveg 2 ár undan, sko. Þannig að, þú veist, ég var ekki að tellja upp forsögunar. Nei. Bara heldur, þú veist, er ákveðin. Ég hef búin að drafta upp, fyrirspurn. Þannig að ákvörðun hafi verið tekin. Já. Og hvenær... Má ég aðeins... Nei, ekki fyrir fríðagörði. Má ég, afsakið, hvort ákvörðun hafi tekin framtíðarskipan skóla- og frístundamála í miðborgarhlíðum? Já, þetta eru miðborgarhlíðar. Já, það kemur hann í fyrir. Má setja inn þessu fyrirspurn. Við gerðum þetta hvort að það er að tekna tillit til ábyrninga foreldrafélaganna að haga það. Já, en það þarf þá að taka alla skólana með. En það er svo sem búið að vera það samráð. Það veit ekki hvernig að ég satt þarna. Þá var þess aldrei að neitt að vera tekið greina en neitt, það var bara... Og svo skiluðum við foreldrafélögin, skriflega. Við gerum könnun í öllum skólanum og skiluðum því inn. Þannig fundurum að bara svona upplýsingar og
Tjáningu fyrir aðra. Ég ekki heldur á póstum. Hvað hverju myndir vilja bæta við? Kannski, ég ætti að spyrja því þannig að þetta var skjálfest líka, að það hefði verið unnið með ábendingar og athugasemdir foreldra félagana eða bara hagaðila að skoða þessu máli. Já, þess að kannum að kemur því inn í fyrirspurn, sko. Já, en ekki hvað áttu við, af því þau vita alveg náttúrulega hvað er búið að gera, hvað vinnu er búið að gera, og við vitum hvað vinnu er búið að gera, þannig að hvað náttúrulega er bættur með að setja það inn í fyrirspurnina? Spyrja hvort það hefur verið tekið tillit til okkar. Já. En það er nefnilega misjafnt, hverra þá? Bóttaskóla, Östskóla og Hlíðaskóla. Þau geta að svara því hvað minnst þetta máli. Ég held, sko. Þú veist, þau geta sem deila ekki svara, við ákveðum að vera sammála þessum foreldrum en ekki þessum foreldrum, af því það eru skiptar skoðanir. Ég held, sko, að mín skoðun er svo að við ættum að senda, sko, þessa fyrirspurn og þegar við fáum svar við henni, þá getum við tekið umræðan upp og þá getum við, skiljum við, bókað og komið fram að eitthvað afstöðu, sko, hver niðurstaðan er. Þú veist, niðurstöðuna eða skort á henni, sko. Þá getum við komið fram með, sko, bókanir sem sýna fram á afstöðu sem geta verið mismunandi, sko. Þegar það kemur. Ég held að, sko, fyrirspurnin sem fínlega ætla að sparka hans í rassinn á þeim, sko. Já. Sko, eins og þetta, við vitum ekki hvort þau sem búin að taka ákvörðunum við að vita ekki hver hún er. En eins og í febrúar, þá fannst mér eins og hann væri engin niðurstaða komin. Þó að væri, þú veist, meira en ár liðið því að við skiljum öllum umsögnum. Já, ok, ég kaupi þetta. Það er bara fyrsta skrif. Já, við vitum, ég veit ekki allavega hver niðurstaðan úr öllu þessum greiningum er. Hvað þau ekki skilja. Ég meina að taka núna. Við, sko, já, erum við sátt með þessa fyrirspurn eins og hljómar núna þessu stöndu, þetta er engin lokapunktur, sko, í umræðu, þetta móti er ekki til að fá svar en halda umræðinu, sko, gangandi. Þannig að ég ætla að leggja til að senda þessa fyrirspurn þeir sem eru sammála því. Má ég spyrja þetta? Já. Telur þetta í sér að það komið það fram hver ákvörðunin sé, eða telur þið hvort að það ber? Ég ger ráð fyrir fáum að sjá ákvörðuna sko að ég veit að svarið verður, sko, nei, skilur við. Og það verður upplýst á uppstæðar í borgarstjórn. Já, en ég ger ráð fyrir að svarið verði langt nei en ekki eins orða nei, sko. Ok, þannig að það er bara komið inn í hvernig þetta... Já, ég veit, sko. Endilega, sko. En já, erum við sáttu að þetta verði fyrirspurn ráðsins? Það sé fórst flott. Ég þykist vita að þeir myndi það vilja hvenær þau ætla dæmis ákvörðun, vil ég bæta því inn eða er eitthvað, eða hvað, vil ég bara fá nei? Nei. Það er rétt að vita hvenær þau hvenær er fyrirhuga að svara fyrir. Þetta er mjög góða punktur. Mjög góða punktur. Ég ekki bara, nei. Það er heiðskýr. Ég finnst að þú ættir alveg að hafa svona hátt fattaði hennar. Ok, erum við sátt með fyrirspurnina svo breytta? Ég ætla að bera þetta aftur undir atkvæði. Já. Robert. Geir, sáttur, sagði ekki Korli. Já, flott. Heyrði, ok, þá ætla ég að loka þessu og fara í 14. lið umferðaröryggi og hraðamælingar við Barónsstíg. Það er þú, Anna? Já, ég bara í rauninni vildi óska eftir að yrði aftur gerðar svona hraðamælingar á Barónsstíg og þá líka að því að það er bara einhvern veginn þyngst umferðar og
og hraðari umferð og líka það hefur aukist rútuumferð og strætó og keyrir þarna mjög hratt. Ég veit ekki hvort það er kannski sérstaklega einhvern nefna við strætó, þeir keyra ekki á 30. Ég get alveg tekið undir það. Þeir eru óbúslega hratt. Þeir keyra mjög hratt þarna niður, bara og yfir gatnamótin og flauferð. Sko, Emil, við getum óskað eftir hraðamælingu með bókun, en ekki? Jú, ég held að það sé alveg, þeir hafa brugðist við í samgöngustjóri. Ég var búin að drafta upp hana ef þú getur henni. En svo náttúrulega núna framkvæmdir á Eiríksgötu sem núna orðin Einstofnugata. En ég veit ekki hvort það hefur eitthvað áhrif, það sem eru umferðarstækkaðar. Ég tek undir með Hönnu og það sem ég er líka að horfa, það verður 75 barna leikskóli, Draumaborgir, þannig að þetta er bara að aukast alveg svakalega og ég ætla að segja að strætó, hann er ekki að keyra 30 og ekki heldur rúturnar og frá Horni, frá Egilsgötu og Baróstíg, ég bara man ekki eftir að sé strætó ná þeirri beygju nema að það sé bara engin bíll að fara að beygja niður Egilsgötu. Þetta er bara stórhættulegt og það sem er líka hættulegt við strætó þarna að hann tekur svona hálfa gangstéttina með sér. Þannig að ef það er barn að labba heim í skóla með gangstéttinni, þá er það bara í hættu að fá barnið á strætó yfir sig. Og því að bílarnir fara upp á götuna, ég vil að segja, ég er búin að horfa upp á þetta ítrekkað og þetta er bara hræðilegt. Eru þið að hlusta? Já, ég tek algjörlega. Dröga bókun Ornans. Þetta er eiginlega bókun. Þá ætla ég að segja að við erum búin að tala svo oft um þetta Baróstígi. Bara í mörg ár. Sorry. Fyrstu bóstinn til mig? Ég er með nokkra bósta í lofti. Ég verður marga bóstar en að fá mig til að joina fundin svo ég geti þeir, en þá þarf ég að upplæra öll öppin. Ok, hérna er dröga bókunum sem sagt, íbúar á miðborg og síðar hefur áður kongurinn fyrir hraðakstri á Baróstíg. Sérstaklega með tilliti til þess að aukin rútuumferð nú Baróstíginn og strætó og einhverja reglulega yfir löglegum hraða. Eins er verið að byggja leikskóla á horni Egilsgötu og Baróstígs sem eflaust mun hafa áhrif á umferð Baróstíg, bæði gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda. Nú þegar er Austurbæjarskóli staðsettur við Baróstíginn og gangandi börn þurfa að fara Baróstíginn til að komast í skólann. Íbúar óska eftir því að gera hraðamælingar á Baróstíg til að kortleggja vandann. Nei, hvað heitir þá þessum fyrir? Hvað segir þessa Já, en þetta er bókun? Egilsgatan, en ég bara sagði þetta er hverju. Raunin er leikskólinn milli Leifsgötu og Egilsgötu. Hvað segir þessa bókun? Þetta er mjög fínt. Ég var bara svona horftóga þess að við sem búum við hvort að því að Egilsgatan sko nær bara upp á Baróstíg, hún nær ekki yfir en þetta skilst. Ég sé að horni Egilsgötu en svo nær leikskólann alveg upp að Leifsgötu, þú veist bara hinum með götu. Þetta skilst alveg. Ég bara svona skilst. Þetta skilst, já. Bara svona þetta í hverfum að segja ég ólöf Þetta. Og þessi gatnamót Egilsgöta Baróstígur eru bara Þetta er bara tímandi. Þetta er þetta ekki eina gatnamótum þar sem er sko svona ekstra rúnnuð hopp. Jú. Þannig að það er alveg hægt að taka beygju á fullri ferð. Jú, og það er málið það sem er gert. Það er enda búið að hækka fyrir þetta gangbraut, en þetta er bara svo vilt að vestu. Strætó eiginlega nær ekki beygjunni, hann þarf að taka gangstéttina með. Og svo er strætó sem krossa beintað yfir, og svo ákveðist þessi beygðin niður Baróstíg, þetta er bara svo vilt að vestu. En var ekki útbúið aðeins og svona tekið af gangstéttinni, þannig að annarkot þú getur lagt þar eða næður þessu horni, þessi Baróstígs, þú ert komin í Egilsgötuna. Nei, ég ætla bara að segja að þeir loka götunum þegar koma hans. Nú erum við á þetta er ekki ekki allir sammála þessa bókun íbúðaráðsins. Já.
Sandra sammála? Já. Flott. Stu sammála? Já. Flott. Átti sig var. Einróma, heyrðu, klárum Hönnu að hann fær nokkuð baka í þig, Sigfús. Þá það númer 15, framkvæmdir á Sundhöllinni og endur hönnun sundlaugarbakka. Já, þegar þetta kom í fjölmiðlum að þá voru fastagestir að mótmæla þessari endurhönnun á sundlaugarbökkum. Þá vorum við að tala að fá okkur frá Sundhöllinni til að koma og útskýra. Já. Ég var bara í rauninni óskipti því, sko, að fá svör við því, af hverju verið að gera þetta, hvað verið að gera, hvers vegna og verður þetta gert eða ekki. Og svo var hitt sem að ég bættist við að hafa opnað tímann áfram til 10. Og ég held að það sem meira svona íbúar í hverjunum sem að óskipti því. Ég held að það rúmist ekki alveg innan, sko, innan því sem setjum dagskrá, sko. Já, ok. En verðt að ræða seinna. Sko, en mér skildist að væri fyrir að koma frá Sundhöllinni. Já, við ræddum þetta heil lengi, nokkur sinnum. Skoðaðu þetta eitthvað, Heimir? Ég man bara síðasta vetur, þá voru að afla upplýsingar eitt og þetta. Þið fengu þetta upplýsingar gufuna og fleira. Meira kannski ekki við áður en ég fór í fæðingarorlof. Ég hef ekki haft tökuði kanna hjá mínum staðgengi. Þannig að verðist það verið eitthvað miskommunikató þar, sko, eða þú veist, við fengum aldrei neinn svör, sko, sem þetta ekki nokkuð gott, sko, en ég held að sé bara best að, sko, senda fyrirspurn og óska eftir bara upplýsingum þessar framkvæmdir. Og ég held að það sé, sko, hvað maður segja, ég held að það sé betri nýting á tíma heldur en að fá fyrir kynningu en einn, sko. Já, ok, kynum við það. Það er mín skoðan allavega, sko. Sigrún? Ég tek alfarið undir þetta því að það eru hollvinasamtök Sundhallarinnar og þeir furða sig á þessu framkvæmdu, þannig að mér finnst þetta að útskýra betur áður en að fara af stað í fjárfrekar framkvæmdir. Sigfús og Sandra? Sko ég er svona aðeins fylgst með þessu sem mikill sundáhugamaður og mikill selur í vatni og líður vel að þá er á Sundhöllin mínum uppáhaldsstöðum. Ég hef ekki alveg tekið undir málflutning hollvinasamtakanna, þarna er talsvert íhaldssemi, þannig að sko ráða ríkjum umfram notagildi lögum sem á ekki bara fyrir þá fólk sem mætir á mótnana. Já, bara tala barmann. Ég veit að þetta snýst að bæta öryggi og fyrst og fremst. Þannig ég styð það, en ég, alveg svo Pétur er búinn að segja að við þurfum bara að fá upplýsingar til þess að við getum átt okkur á því og að það var, sko. Takk. Sandra og Hanna? Já, ég bara tek undir mér svolítið óljóst af því að nú er ég fastagestur í Sundhöllinni, sko. Einu sem ég hugsa bara eða nýbúið að vera í massa framkvæmdamanna og í fullkomnu eigin hugsunarháttu, bara hvað verður lögin loku lengi. En ég held þetta sé á fjárfestingaáætlun, sko, fyrir næsta ár hjá borginni. Þannig að það er allavega, þetta er eitthvað komið af stað. En ég myndi vilja sjá hvað er verið að tala bakkan inn eða úti eða... Inni. Anna? Já, þess að þú nefndir þetta væri fyrir öryggi en mér finnst aldrei hafa verið útskýrt hvaða öryggi eða þú veist hvers vegna er öryggur að hafa öðruvísi bakka. Já, og líka allt í einu núna eftir 100 ár. Og svo líka, þú veist, bara bókstaflega. Ég held að slys sem var það var ekki út á bakkanum eða hönnun á bakkanum og svo er náttúrulega bara svona ákveð, þú veist, fegurðar svona með í gamlu löginu, sko. Ég þarf líka að koma að ég elska vatn og eins og seglur, ég er bara að koma að en það er það sem ég heyri líka, sundlaugagestirnir eru ekki hvert yfir þessu og þeir sem eru mikið í sundlauginni, hvartin kemur annars stað. Þetta kemur ekki frá sundlaugagestum, alls ekki. Hvarta yfir þessum bökkum. Eða öryggi, eða öryggisleysi. Þannig að það vantar þá meiri upplýsingar.
Já, ég alltaf draftaði, ég sjálfur eins og minkur í vatni en ekki sjálfur. Það er betra að vera. Bara verið í sig. Takk. Ef ekki ráða bara að hafa næsta fund í sig. Þetta fannst ég verið að koma svo. Ég draftaði þetta fyrirspurn, sko, hún nú nokkuð almenns eðlis, en það nú líka þannig að ég held samt að maður ætti að fá svörin sem maður vill, sko, ef þú getur hennar, því að ég kemst ekki inn á þetta, ég skal uppfæra fyrir næsta fund. Já. Enn og aftur, sko, þarna eru við að tala formulega fyrirspurn, þið hafið alveg sjálfsög sko, fulla heimild til að gera það, en ég myndi halda bara einfaldur tölvupóstur á sko, forstöðumanninn væri bara meira kveikt, sko. Já, en við samt höfum ekki fengið svör. Já, mér finnst þess að ekki verið svarað. Fyrir við það. Það var sem til að bara í mokkanum daginn, var þetta ekki mokkanum, það var eitthvað blæði. Og það síðan. Sumarið. Ég ekki búin að. Ég heldur náðu þessu. Já, við erum ekki að vinna ólega til tíma því. Já, þetta er eins og ég nokkuð almennt sko íbúar á miðborgar hlýða óskar upplýsingum endurhönnun sundlaga bakka sundlaðarinnar. Við erum óánægðir með breytingum með partakætt sundlaðarinnar og óljóst þykir hver nauðsyn breytinganna er. Stuðu bara. Einhverjar athugasemdir eða breytingartillögur við þetta? Ég bara velti við mig hvort aðeins að stækka þetta og bara fá upplýsingar þær breytingar. Við erum svolítið bara að horfa í bakkann, það hafa verið fleiri framkvæmdir og verða kannski eitthvað fleiri, þannig að sásökulegt að minna á mig eins og stendur. Það var samt bara að vera mótmæla að þetta brjóta þarna bakkana. En sko mér líka segja bara meðal gestasundallina, því að ef þú segir fasta gesta þá kannski er það túlkað sem einhverjum 5 kallar. Það var að breyta því með gesta. Já. Ef við sátt með að þetta sé fyrirspurn ráðsins. Já. Hvað segir þið samt ráð, Geir? Já, bara besta mál. Flott, þá er það samþykkt. Þá er það, sko, við sameinuðum nummer 16 við nummer 12, þannig að við erum búin með það. Þá getum við farið tilbaka Sigfús, við áttum þar ætlar að vera með bókun í bæði 10 og 11. Já, það var annars að sko byrjum þá nummer 10, flugvallarsýningar Vals. Já, og svo Austurvöllurinn. Hefur kannski aðeins að anda á þetta? Það er alls ekki andað. Þú erum búin að það þáttíð eða? Þú erum búin að það þáttíð? Ég á að mæta á annan fund 18:30 og ég sagði að ég myndi koma 5 mínútum að segja. Er það í húsi? 18:25. Verðum við ekki búin fyrir það? Hvað segir þið? Verðum við ekki búin fyrir hálf? Jú, ég held að. Ég held að náðu þessu. En það munir bara taka smá tíma fyrir okkur að lesa yfir fundargerðina því við erum með 100 fyrirspurnir á bókanir. Við erum búin að lesa. Ég er búin til aukafinna til þess að fara yfir þetta. Þetta er bókun frá Sigfúsi, flugvöllina. Getur fengið hann upp á? Já, einmitt. Það er aldrei sinna, það er kaffið.
En þetta ekki frá ráðinu, ég ekki til að vera með þessu bók. Sigfús, hann... Ég taldi mig að leggja fram í nafni ráðsins. Ef að ráðið vill skrifa sér fyrir þessu. Okay. En ég samt svolítið svona sammála Söndru að kannski ekki alveg vilja bú. Það breytir. Af því að ef það er verið að fara ef það er verið að fara til reglugerðum og þau hafa leyfi fyrir þessu. Þau hafa ekki leyfi. Vitum við það? Koma. Fleiri sem að vilja tjá sig þetta? Ég sjálfur hef alltaf hatað flugvelda sko, þannig að ég bara svona alltaf, ég glemdi að leggja orðið belg á hann, en ég náttúrulega bý upp við Valsheimili sko og hef svo sem alveg orðið var við læti þegar það er svona almennur fögnuður eftir sigur sko, en ekki tekið eftir flugveldum sko, þannig að og tala ég sem mikill óvinnur þeirra, þannig að ég já, ég svona á báðum áttum, en ég held að ég verði ekki með í þessari bókum, en ekki á mótinni samt, svo það sé sagt. Fleiri sem að vilja tjá sig? Kannski bara að taka undir ég hef aldrei orðið varveitt að stuðningsmaður alls, og andstæðingur flugvelda, en ég þekki þetta ekki. Það er mikið að þessu fleiri andstæðingar flugvelda sem koma fram núna en ég. Við erum alltaf stuðningsfólk var. Við þekktum það. Jú, mér finnst það stúmast líka það að við fögnum þegar kemur byggar í hús. Já, þú gerir það ekki með því að halda fólki lög. En eins og gerir sig þessu bílun að hann heyrir fagnalæti. Já, var hann heima 20 með það, ég get bara farið yfir þetta, ég er bara kart með þetta áður, ég get farið yfir titil eftir titil og alveg að safna titlum síðustu 4-5 árin. Þetta er undantekningarlaust þegar það kemur dalla í hús og þá er fagnar með völd sinni. Ég já. Segir hún. Ég til að taka undir með þér, sko. Ég jákvæð gagnvart flugveldum og mér finnst gaman að skula fagna þessu, en ég myndi fagna því að fólk er látið vita. Og ég er samt að lesa þetta gegnum allt svona. Ég hallast að því, ég segi, mér finnst það að láta okkur vita. Til upplýsingar. Og ég styði Val. Fyrir mitt leyti það finnst mér þetta kannski smá ótímabært, eða ég væri til í að vita ef þið eru ekki með leyfi og vita það, skilur þá var ég alveg til að kveita upp á þetta, en mér finnst það smá ótímabært en núna. Já, þetta mál náttúrulega er að koma að dagskrá núna því að ég óskar þetta miklu fyrr, af því að þetta mál sem gerist, það er bara síðastu viðburður. Ekkert mál. Þá bókaði þetta bara mín nafni og ekkert mál. Ég til að taka undir. Ég myndi bara næst, þegar þessi næsti titill kemur, og sem að verður þessu ári, skulum taka bara skjáskot á Facebook síðu hverfisins og senda ykkur fyrir það fólk sem unga börn og gerður. Ég held að það væri fínt þá að spyrja hvort þau séu með leyfi. En mér finnst líka alltaf að senda það líka fyrirspurn á Val og spyrja hvort að komið titill í hús, byggar verður þá skotið flugveldum og eða með leyfi fyrir. Bara fyrir næsta. Já. Og kannski þetta... Má ég spyrja einu, hefur einhver haft samband við Val? Það það sem ég er að fyrir mér. Já, þarna kemur með punkti sem kannski vita með hans. Á ég að svara þessu eða? Já, ég veit ekki hver þetta svarar, ég bara spáði, er eitthvað, mér ekki þegar ég er bara algjörlega
bara veit að það erfitt að vera með unga krakka þegar koma hávaði og bara algjörlega þrátt fyrir mikil stundum að flugelda. En mér finnst einhvern veginn pínu, við erum að kalla eftir samtali en við erum að fara ógeðslega formlega leið ef það ekki búið að tala við Val. Fyrstulega erum við að gefa okkur það að þeir sé ekki með leyfi. Erum við búin að spurja, búið að eiga samtal við og hafa þær brugðist við þessum ábendingum að koma inn á íbúðasíðurnar? Þetta er svolítið skúli fúli sko, en... Atli? Já, bara svolítið þessum nótum sko, mér finnst kannski hópanin, kannski tvískilning og svona, kannski ástæðlega þess að fara bara mildari leið, spurja hvort það hafi komið fram ábending og hvort þau brugðist við og hvort þau telja þetta eitthvað þá veruna. Já, ég hef haft samband við Val og það kom nákvæmlega ekkert út úr. Allir bentu bara á þetta eða talaði við Óskar eða talaði þannig að tala við henni. Það var lengi bera þér. Og það var alltaf yfir að skæta. Eins og segi, ástæða fyrir að taka þetta upp núna að þetta mál ég hefði viljað ræða fyrir sumar, þetta komst ekki á dagskrá, að þetta hefur vekur heldur fólki verið vöku, eða vekur fólk og svo gerði þetta. Og já, við þykir bara umræðan þetta og skiptist það, en ég ætla bara myndi bara bóka þetta mín nafni hvernig sem það hvort sem ég heiti eitthvað Skúli fúli eða ekki, en þetta það er alvarlegt að fara með flugvelda meðan í myrkum dögum og svo að titla sér húsi. Og tvískinningshátturinn allir einfaldlega að sá að setja fundi það sem við viljum allt gera, en svo gerir þetta sem brýtur lög og reglur, af því þeir ekki með liði. Einfaldlega þannig. Segir hún svo fyrir að fara að loka þessu? Getum við ekki sendt íbúðir til Vals og spurt á út í þetta? Þess að fá... Já, ég segi fyrir mig að ég væri alveg með það alveg á hreinu, þá myndi ég það undir það. Við getum það. Nú verður smá brennun á tíma, þannig að ég ætla ekki að skrifa fyrirspurn. Það er velkomið að koma með það bara á næsta fundi eða næsta eða hvað það nú sko. Hvað segir það, Sigur? Já, ég meina, þér ráðir þetta snýst ekki að trúa mér, þetta bara, ég væri ekki að taka þetta upp eða það væri ekki full ástæða til, en hvort sem ég held með valið ekki og hef verið starfsmaður þetta í nokkur ár. En fyrst og fremst ég sem fulltrúi íbúa og geti þeirra hagsmuna og það þess vegna sem ég hluti ekki alveg sem gátt að ég kallast Skúli fúli eða hvað sem, þannig að ég mun bara óskæta þetta er bara lagt fram sem bókun mínu nafni, fulltrúi þetta framtíð sem ég ekki leitt að ráði geti ekki tekið undir það, en ég hef bara ekki ástæð, en ég skal með glöðu senda okkur þau kommenta á það sem á Facebook síðan íbúa eftir þetta var, þetta er ekki eitt tilfelli. Ég í þessari íbúðasíðu Sigfús, þannig ég sé alveg svo 4 kvartana sem þarna inni. Sandra, örstutt og Sigrún örstutt. Já, ég held að sé alltaf. Já, ég segja saman, ég sé allar þessar kvartanir líka, þannig að ég segi, ég get ekki undir þetta, það ég bara svona, að ég sé ekki annað en... Já, herðu, þá loku þessu. Ég tek undir helminginn á þessu. Já, ég sammála alla, mér finnst þetta kannski svona smá harkalegt, en já. Herðu, lok á þessa umræðu, þá það lýsingin við Austurbæjarskóla, varstu með þessum? Já, það líka. Sigfús, ætlaðir að leggja fram bókun eða ætlaðir að leggja fram fyrirspurn? Ok, þá tekum við það besta leið að reyna að forma þetta niður í fyrirspurn samkvæmt verklagi. Takk. Þá þetta fyrirspurnin. Eftir sáttu við hana, svo myndum við lýsa nánari málavöxtum í greinargerð. Já. Tekur það texta úr mínu texta úr þessum hlutagreinargerðinni.
Gera svona. Ertu sáttið við þetta? Já. Þá stendur þetta svona. Já, flott. Sigfús ætlar að standa baki þessari fyrirspurn, eða hvað? Ég alveg til að vera með þessu. Já, ég til að vera þessu. Ég styð þetta. Það sem þið skjá fólk. Já, ég styð þetta líka. Já. Allir. Glæta. Þá þessum útúrdúr á dagskrá lokið og við færum okkur í lið nr. 17, fjölgun útgangsfólks í miðborg. Við rættum þetta örstutt á síðasta fundi til liðnum málum hverfisins og ákveðum að setja þetta á dagskrá núna. Ég held að við höfum öll sem höfum bara gengið Laugaveginn tekið eftir að það mikið af það var svona skyndileg fjölgun á fólki sem situr þar og biður ölmusu. Samt að þú bauðst til að skrifa drög að bókun. Sko, já, það var nefnilega eitt út af því að það, sem sagt, heimilislausir eitt og ég veit að hún Sigþrúður sem á fundinum þekkir þau málefni vel, en svo þetta betl. Þegar sko það í raun og veru ekki heimilislausir. Já, mælskjóðinni, Sandra, það barst beiðni að taka, hvernig var það orðað, fjölgun betlar. Ég gerði ítrekkaðar tilraunir til að koma sér á kannski, hvað getur við sagt, innan svega kannski hefðbundnar íslensku. Nei, menn þetta svona skilgreint í lögunum, sko, betl. Betl? Já. Þetta skilgreint undir nauðungaþjónusta, sko. Já, en þetta var svona niðurstaðan í útsettir dagskrá, en þið ráðu svo smikka bókun, sko. Já, af því í raun og veru, þetta í raun og veru tvennt, í raun og veru aðskilið. Þú veist, það eitt það að það verið og náttúrulega í meiri tilvika konur að betla og svo það meiri hluta karlmenn sem í raun og veru, ég held að þetta sé stór hluti heimilislausir og þeir sem í neðarskýlunum að þú veist þetta sem fyrir utan bónus og það sem hafi verið að gista þar, sko. Af því að eitt af því ég bara fór að kynna mér líka bara hvað væri hægt að gera. Eitt það að betla og þetta og ég spurði á velferðarsviðinu hvernig væri best hægt að af því að það á raun og veru ekki undir vorteymið eins og vorum að ræða síðast, það heimilislausir þar en ekki endilega, þetta tvennt í raun og veru aðskilið. Ertu ekki sammála með Sigþrúður með það? Þetta eiginlega tveir þættir, sko, og þetta náttúrulega eitt bara lögreglan hefur náttúrulega afskipti eða getur haft afskipti á þeim sem náttúrulega betla af því að það bara, já, þeirra, sko, þetta mjög flókið staða og við að sjá náttúrulega fjölgun yfirleitt á sumrin og fram á vorið og síðan breyting yfir vetrartímann á þessum hópi sem kemur hingað og þá tímabundið í landi og situr og að betla. En þetta yfirleitt ekki hópur sem inn á þjónustu almennt og þegar við náttúrulega bara að reyna að nálgast hópinn þá óska þeir ekki eftir neinni aðstoð. Svo að þetta alveg bara oft og það sem maður náttúrulega hefur séð í erlendis og í þeim sem hafa farið í rannsókn á þessum málum og þá þetta skipulega oft glæpastarfsemi eða annað sem á bakvið. Svo að þetta ekki hópur sem þiggur þjónustuði þegar við komum og reynum að ræða við viðkomandi. Mér finnst, þú veist, ég myndi vilja bóka allavega, þú veist, mér finnst allt í lagi að senda ábendingar til lögreglunnar, bara hvatningu í að grípa til þeirra heimilda sem þeir hafa, því alveg eins og Sigþrúður segir, þetta fólk sem í takmarkaðan tíma,
að ferðast innan ES, þú veist, þetta ekki flóttafólk eða neitt þannig en svo það þetta með heimilislausa, það náttúrulega meira vorteymið og borgin og það. Sigþrúður, maður nokkuð spyrja sko, hvort þið, þú veist, þekkið til þessu hóps sko, sem að ég gerir ráð fyrir að sé einn hópur sem að birtist skyndilega, þú veist, hvort þetta sé fólk sem sko, hvað maður segja, í einhverju nauðungar þjónustu við einhverja aðra, þú veist, glæpastarfsemi eða eitthvað slíkt, eða já. Við getum ekkert sagt til það, sko. Það aftur á móti erum við með þetta vettvangsstarf sem alltaf á ferðinni og þegar við fáum ábendingar staðsetningu á einstaklingum þá fer hópurinn og ræðir við viðkomandi og spyr og bara upplýsir hvaða þjónusta í boði upp á það einmitt hvar geturðu sótt mat, hvar geturðu sótt gistingu, hvar geturðu sótt frekari þjónustu og þetta náttúrulega sko, það enginn þvingaður í að fara eitthvert sem maður vill ekki fara og oft á tíðum bara ekki viljið til þess að þiggja frekari þjónustu og þá spyr maður sig náttúrulega hvað á bakvið en mikið óleyst mál sko, við bara þekkjum það ekki og það sko bara mjög mikilvægt að kalla til og bara benda á þegar við sjáum fólk sem í þessari stöðu. Þetta náttúrulega mjög oft tengt bara mansali. Já, einmitt. Og það aftur til að skilja á milli, þú veist, það á heima inn að borði hjá lögreglunni. Já, einmitt. Og betl skilgreint sem nauðungaþjónusta, þannig að þú veist, þannig en svo það þetta með heimilislausa sem eru oft í neyslu og bara fyrir utan Ég skal bara taka þetta algjörlega á mig. Ég búin að vera að googla þetta ágæta orð. Þetta bara í lögum landsins, þannig að þá getum við notað. Sem sagt, ég var bara ekki smeykur við að vita orðalag, en það var óþarfi. Örstuð hjá mér og svo Sigrún, sem sagt, Sandra, þú leiðir með við rangt fyrir mér sko, en það sem sagt sko ólöglegt á Íslandi að sko misnota einhvern með því að láta hann betla, skiljið. Það ekki ólöglegt að betla, en að þú veist neyða einhvern með einhvers konar misneytingu til að betla ólöglegt. Þetta ekki rétt með Sandra? Jú. Sigrún. Það sem ég velti fyrir mér og kemur íbúarnir spá í þegar þeir sjá fólk á Laugaveginum og sjá fólk sofandi í húsasundum og fólki líður illa með það, hvað eiga íbúar að gera? Þeim líður ekki vel með það. Hvað var í stuttarstofn? Því maður getur ekki meira nokkur að greina fyrir hvað. Sigrún, ekki stuttarsvarið að senda ásendingu á vorteymið? Ég held að það sé besta leiðin sko. Það náttúrulega bara starfandi á dagtíma en við förum bara á rúndinn og þau eru tilbúin ef það einhver ákveðin á einhverjum ákveðnum stöðum sko að sitja þá og vera fyrst á vettvang þar á morgnana eða ljúka deginum þar. Það þetta velferðarþjónustan bundið við að fólk vilji þiggja hana sko. Já, en ég bara að segja að við þurfum að koma einhvern veginn skilaboðum. Þetta líka fólk að tala sko. Sandra, varstu með einhverja drög bókun? Sko, ég var bara með stuttabókun varðandi betlið sko, sem var þarna í sendið á þau. Íbúar miðborgar hafa orðið á síðustu mánum aftur var við auki betl út á götum í miðbænum. Íbúar hefur áhyggjur af þessari aukningu og skorar lögreglu til að grípa til þeirra úrræða sem þeim heimilt. Já, en ættu þá bæta við þannig voru á betli? Þetta náttúrulega ekki tengslum við heimilislaus og þau sem að chilla hérna fyrir utan bónus sko. Ég myndi það bara taka með það besta leið með samþykki fundarins að breyta þá
liðnum í bara framfyrir umræða fjölgun betlandi fólks í miðborg. Það er ekki flott. Mjög gott. Ég held að það hafi verið hugsunin, sko. En þarf ekki að koma fram að þetta sé einmitt hópur sem kemur hingað í stuttan tíma til þess að betla og fer svo aftur? Jú, þú veist, ég þorði ekki að fullyrða út af því að auðvitað þetta bara, þú veist, upplýsingarnar sem ég fann voru, þú veist, bæði hjá 112 og bara með breytingunum á lögunum varðandi mansal, þú veist, maður getur náttúrulega ekki fullyrt það, en það eru allar líkur á því að þetta sé fólk sem kemur og fer. En þá spyr ég, ef þetta betl, hringir maður það ekki lögregluna þegar ólöglegt? Eða á maður að þá samt voru til? Ég meina, sko... Nei, ég myndi segja þetta í þessu, með sko betlið, það er bara lögreglan. Já, ég segi það, ég vil bara, hvað er að gera? Sko, ef þú segir eitthvað betla, þá, sko, þú mátt betla en ég má ekki neyða þess að betla, skilur við. Þannig að þú getur hringt á lögregluna, sko, ef þú heldur þetta sé eitthvað nauðung, sko, en þú veist, ef það er eitthvað sem þú heldur að þurfi og vilji þjónustu, þá er það vortnefnið, sko. Það er alveg svona, það er bara eins og til dæmis það sem ég vissi ekki komst að þegar ég fór að skoða þetta. Það er til dæmis hnappur inn á 112.is sem getur bara þrætt í gegnum, teluru að einhver sé, þú veist, og þar er að betla einn liður. Þannig að það er hægt að tilkynna betl í gegnum þá leið. Ok, ég sagði ekki. Sandra, getur nokkuð varpað þessu upp á skjáin? Eða sendi þetta. Hvað segir? Eða sendi þetta. Eða sendi þetta á heimil svo hann getur varpað þessu upp á skjáin. Og heyrist ekki í þér, Sandra. En svo er aftur þetta með sko heimilislausa, eins og ég segi, Sigþór er náttúrulega meiri sérfræðingur í þeim efnum heldur en ég. Þú veist, hvað er sem að við getum gert til þess að einhvern veginn, ég veit það ekki. Já, ég sko, þegar við ræddum þetta á síðasta fundi, þá var ég allavega með þá hugmynd að við værum að tala betlara, sko. Svo, það átti að vera inntæki í liðnum. Bara svona samkvæmt ráðgjöf sem ég fekk, þá breytti ég heitinu á liðnum í útigangsfólk, en ég er búinn að breyta sem sagt í fundegert eins og ég sagði í konkrétt fjölgun betlandi fólks í miðborg. Eftir að við fundum þetta í lagatexta. Já. Ég var daginn, ertu búinn að senda þetta, Sandra? Men biður eftir þessu. Ég var daginn að reyna að leita lagalegri skilgreiningu á unglingi og helsta haldreipið sem ég fann var tilskipun ferminguna frá 1700 og eitthvað. Það eru unglingar nefndir í lögunum, sko. En ungmenni eru líka nefndir í þeim lögum. Man sjá, mér heyrðist að vera gott að varst upp á hann. Svo. Og vantar ekki eitthvað inn þarna með hvort það sé eitthvað hagnýting í gangi, hvort það sé greipa allir úrræði að ég er að betla sjálfur eða... Úrræðin eru þá engin, sko. Nei, eða þú ert að beða fyrir að betla. Sko, mér finnst felast í þessu að í raun lögreglan fari og athugi aðstæðurnar, sko. Og náttúrulega ef það er ekkert brot sem á sér stað, þá nær það ekkert lengra, sko. En ég skil hvað að meina, sko, að þetta gæti misskilist sem einhvern veginn harkalegur tón. Það sem þú ert að spá, eitthvað. Já, það við höfum ekki allar upplýsingar. Já. Ég ætti alveg að samanlega þessa upplýsingar. Já, ég meina, sko, við gætum alveg bætt við þarna, sko, millisetningu sko að betl sé
ólöglegt þegar sko með misneytingu sko. Og það er alveg, við getum alveg sagt í mörgum tilfellum þegar þegar fólk er að betla að það sé vísbendinga mansal sem það er sko. Já. Ég veit ekki hvernig er best að orða það. Eða skipulega glæpastarfsemi. Eða skipulega glæpastarfsemi. Við getum alveg sagt íbúar ekki það, ég er allavega þar, ég held að viti allir hvað við erum að tala mér finnst við líka kannski ekki með að kapna einhverju písíness og segja ekki það sem við erum að meina og allir eru að hugsa því að það er einhvern veginn, má ekki segja hlutina, mér finnst líka bara alltaf að segja það eins og eru. Við gætum alveg, mér finnst alveg vera skýrara ef við segjum sko, þetta fólk veit ekki endilega sko þennan mun á þannig að það sé ólöglegt að betla ef það er mansal en annars ekki sko, eða þú veist, þannig að ég held að það væri alltaf lægi sko að bara skýra það og segja þú veist, íbúar hefur áhyggjur af þessari aukningu og hún tengist skipulegum skipulegar glæpastarfsemi eða slíkt sko. Sigfús? Já, ég bara velti fyrir mér samanber fyrir maður að dagskrá, hefur ykkur haft samband við lögreglu og bara rættu það beint. Ég skil bara ekki, þetta er ólöglegt og þetta er í einfaldleikanum er þetta ekki á valdsviði okkar, þetta er bara lögbrot. Já, en það erum við náttúrulega bara að skora á lögregluna sem ráð að gera eitthvað í þessu til að hafa eitthvað held ég bara paper trail sko. Já, við erum líka vekja athygli á þessu. Getum við sagt bara íbúar að það hefur áhyggjur af þessari aukningu og sem getur skipulega glæpastarfsemi. Það er alveg að skjóta þér, það er raunverulega áhyggjur ekki ef fólki sem er í einhverju neyð, þannig að það bara skýri betur í gegn. Eru öll sátt með þá breytingu? Já, getur þið bætti við. Getur þið nokkuð sem segja, það aukningu koma sem getur verið í tengslu við skipulega glæpastarfsemi. Það er glæpa það sem er að mansal. Það er bara nóg að Þetta er ekki nóg. það er allir samneitt. Ég vil þá bara líka segja að fólk setur svolítið samhengi þarna. Svo bara hlutir að hverfa úr görðunum og Erum við sátt við þessa bókun sem ég búið á? Já, leggja undir aðræðan. Sigfús? Ég sit bara hjá. Það er tímaðislega. Ok. Þá lokum við þessum lið. Ég ætla að upplýsa ykkur að Geir bað að liðið 2021 er frestað þar sem hann er slappur. Þannig að Sandra, hann baði alveg það, ég er ekki að taka fram hendurnar á hann með það sko. Sandra, þú varst með næsta umgengni eftir hátíðir í miðborg. Já, það var raunur bara þessi umræða sem við tókum að þú veist hvort það sé ekki örugglega gengið úr skuggum það eftir að það sé bara partur af áætlun í stórum hátíðum líkt og gleðigöngunni og menningarnótt að það sé farið í aukin þrif á miðborginni. Opna umræðan þetta. Já, getum við ekki bara óska eftir því? En ætlum við þá að senda bókun eða fyrirspurn eða? Ég er ekki með neitt. Nei, Ég var nefnilega að spyrja daginn hvort að það væri, þú veist, að því ég veit að þú veist eins og gleðigangan og menningarnótt er væntanlega á einhverju budgeti. Þú veist hvort það sé inn í budgetinu bara aukin gatnaþrif eða aukin þrif eftir hátíðarnar. Sigfús? Ég skil ekki alveg pointið af því að þú er stundum á ferðinni á þeim tíma sem að margur eru kannski svoandi því ég vinn sem leiðsögumaður, þannig ég er ekkert á ferðinni og núna einmitt eftir menningarnótt var ég, þá sá ég ekki betur að það voru tæki mætt bara til þess að drífa og þess til stuðnings í þeim gerir sem ég verð ekki varðan sko hrósirði hvað borgin okkar er þrifandi, hvað hún er snyrtileg. Þannig ég er ekki alveg átt að mála því ég er ekki átt að mála hvað vandamálið er, því að ég sé þetta ekki en það getur verið töðunum, þannig ég er ekki alveg að skilja pointið með Bý ég alveg niðri með bæ?
og ég með fullt sko albúm sem bara myndir af rusli og ógeði hérna. Og ég tók sérstaklega myndir af því ég líka snemma á ferðinni, sérstaklega eftir gleðigönguna. Ég var reyndar ekki í bænum eftir menningarnótt, en það er ekki þrifið aukalega, sem að mér finnst það eigi að gera. Já, ég er saman að því. En maður kannski aðeins sko, við höfum áður tekið eitthvað svona umræðum almenn drif og ef ég man rétt þá voru við Sigfús á að það var Snyrtilega borg og aðrir á að það var Sóðalega borg, svona cirka. Þannig að við skulum sko halda okkur við umgengni eftir hátíðir. Pælingin hvort það sé eitthvað aukalegt, varstu með eitthvað fyrirspurn eða bókun eða eitthvað tilbúið þetta Sandra? Nei, með myndi ef við höfum rætt að ætla að óska eftir einhverjum upplýsingur þetta. En ég get bara gert það þá sjálf og þú getur það bara fresta þessu, ég bið það bara eða tekið þetta út, ég bið það bara aftur á dagskrá ef ég fæ einhver svör. Ok, Sigrún, þú tjá þig. Ég ætla að taka undir minni, ég voru verið þetta eins og eftir menningarnótt, það sem vassstöðunar voru hlaupinu, það var við margir dagar var náð í drasli eftir það. Já. Þannig að maður sér það í hverfinu. Ég held að þetta myndi snúast bara mjög svona fáa stóra viðburði sem að þyrfti auka þrif og það væri alltaf leið að fá upplýsingar það hvort það sé. Nú erum við að brenna út á tíma. Ég skal tala við kollega mína sem eru með viðburðina. Hvort þær hljóta hafa vitneskju hvort þetta sé gert aukalega. Það var námíða strax. Frábært. Erum við þá sátt með hennar dagskrálið? Já. Ok, þá ef ég má eina spurningu Geir, því ég var svo spenntur eftir þessu liðinu 20, bara svona stuttu málið, þveranar á Klambratúni, bara örstuttu málið, svo ég geti aðeins gert með huganum, örstuttu einnig sendingu. Já, byrju, ég ætla bara, ég var með upplýsingar hérna hjá mér, sko, það er alltaf klúrast hjá mér, ég ætla bara, það er með Já, heyrðu, ok. Já, tökum eftir eða eitthvað. Sandra nú með 19 lýsing í Hljómskálagarðinum. Já, ég vildi leggja fram að lýsing í Hljómskálagarðinum veri bætt fyrir gangandi vegfarendur og öryggi þeirra þannig tryggt betur og bætt. Bókun eða eitthvað? Já, sko, ég er notabene líka búin að reyna að finna hvort það sé með lýsingunum í Hljómskálagarðinum, en hún er ömurleg. Ég myndi ekki vilja labba þarna ein á seint á kvöldi. Ég tek algjörlega undir þetta, við höfum komið með þetta áður og það er ein lína sem er lýst upp, en ég segi fyrir mig, ég og hund og hún vil stundu farað inn á kvöldin og ég bara legg ekki í það. Þannig að ég styð þetta heils hugar. Varstu með bókun, Sandra, eða? Nei, ég var það alveg, sko, ég myndi bara vilja leggja til við umhverfis skipulagsráð að lýsing verði bætt í Hljómskálagarðinum til að tryggja öryggi gangandi vegfarenda. Ok, sko, viltu skrifa tillögu fyrir næsta fund? Já, tökum þetta bara næsta fundi. Ok, og vera þá með tillögu þá. Tillögu. Hefði? Þetta er kannski sem bara einhvern tillaga. Ég held að sé einhvern, sko, en einhver síður þá er ekki tilbúin með hann núna. Nei, ok. Heyrðu, Geir, 20 og 21, fresta. Flott. Málum hverfisins, við hefum 1 mínútu, Sigfús. Já, ég veit ekki hvað mikið tekið eftir umræðum í síðustu daga varðandi ný samtök sem þeirra Reykjavík og Kópavog heitir Hljóðmörk. Já. Og ég hafði samband við Möndu sem íbúi í Tómasarhaga, sem fyrirsvarsmaður ásamt Daða sem býr í Kastnesinu og ég gerði það tillögu minni að við fáum það í heimsókn til að segja frá hvað þau eru að berast fyrir því að við getum lagt einhvern lið, sé áhugi fyrir því. Þannig að ég myndi gera það tillögu minni að við bjóðum hérna næsta fólk fólksvarsmönnum Hljóðmarkar til þess að kynna sig og hvað þau berast fyrir. Komið áblað, mér finnst það áhvert líka. Styðja þetta, að því við höfum talað þetta. Já. Má ég aðeins spyrja það með málefni hverfisins? Já. Er þetta bara opinn liður og... Já, í grunninn, sko. Og En við afgreiðum ekkert út úr þessu lið, sko.
Það engar bókanir eða fyrirspurnir Við erum rætt svona þéttingu, byggðar og hæðir og nýbyggingu í hverfinu og þetta. Við höfum ekki rætt það heildstætt, en það er líka alveg eitthvað, sko, að þetta er raun að þú gerir eitthvað með hlutina, sko. Þá þarf það bara dagskrá, sko. Við skulum, við þurfum meira bara ágætt samtal þetta vinnulagið og hvernig uppbygging á þessu öllu. Og bara Sigrún, og ég ætla að loka mælendaskrá meðan Sigrún talar. Það er tvennt, það er umferðarhraði á Hlíðarenda. Við erum komið með erindi frá íbúum þar, ég þarf að senda þeim til, og síðan er það með útihátalara. Það er aftur komið í miðborginni, útihátalara og tónlist. Sendi. Þetta verður næsta ferð. Ég hef með fleiri mál en ég virði formann. Takk. Flott. Þá ætla ég að slíta fundi 18:31 og við þurfum getur það ákveð fund á tíma. Við getum tekið streymi af ef þú vilt það, sko. Já, tegna. Það þarf að vera okkar einingum fundigerðum áður en við getum taka streymi. Já. Þá þökkum við þeim sem horfum í streymi fyrir. Hvernig líka fundi formulega?